Skammtinn hérna á Samstöðinni og ég í þessu sæti í fyrsta skipti á ævinni. Mér var hent í djúpu laugina hérna á að fara að fjalla dagmál og fréttir í síðastliðinni viku og fylgist aldrei með fréttum, þannig að hérna síðast ég horfði á fréttatíma þá komst ég að því að það var eitthvað skrítið með veðurfréttirnar þegar að hérna það var svo mikið rigning og það var svo mikið sól úti, þannig að ég var eitthvað að veltaði fyrir mig hvað væri í gangi, hvort það væri að breytast svona hratt veðrið og svo komst ég að því að ég var að horfa á 3 mánaða gamla fréttatíma. Þannig ég ofsalega heppin með viðmælendur hérna eða gestina mína í dag því að ég ætla að treysta því að þeir séu að fylgjast með og kannski bara fái að kynna ykkur. Mér datt nú í hug fyrst að byrja á þér Halldór út af því að þú hlýtur að þurfa að fylgjast vel með fréttum. Já, þetta einn algengasta fullyrðingin sem höfðu mig sko. Já. Fólk heldur ég liggi bara í fréttum allan daginn og svona, já, ég svona skauta yfir yfirborðið og þarf svona að finna einhverja fyrirsagnir kannski sem ég kannski legg út frá eitthvað sem kveikir í því sem ég langar að gera. Einhver skildi ekki vita að það var ég að teikna mikið af skópmyndum. Já, ég einmitt ætlaði að koma því að þú ert náttúrulega... Og þess vegna þarf ég að fylgjast með þessu, það er sagt. Og gengur auðvitað misvel. Og þetta er mjög skemmtilegt að fylgjast með fréttum. Þetta er 3 mánaða dæmið þitt er kannski bara ágætt. Þetta má vera svona meira í svona hægari hugsunum fréttamatið sko. En það er ýmislegt að gera í þessari viku. Já, það er nefnilega fullt skemmtilegt að gerast. Út í að ég náttúrulega hafði fyrir því að horfa á þessu fréttir og var að meta hvort að gleði mín myndi minnka þessa vikuna. En ég ætla allavega að fá að heyra meira í þér og ég til ég að ræða fréttir hérna eftir. Árelía Eydís, hún hérna náttúrulega pólitíkus, eða hvernig á maður að kynna það? Hún Fyrrverandi. Já, fyrrverandi. Við erum öll lengt fyrrverandi. Nýhætt í borgarstjórn. Nýhætt. Þannig að nú ertu dósent og rithöfundur. Já, bara nú er ég bara að sinna hinum störfunum mínum sem sem sagt háskólakennsla og það var að koma út ný skáldsaga, þannig ég var að fagna því í gær. Útgáfupartí í gær. Það var útgáfupartí í gær, það var svo skemmtilegt. Þannig að ég bara ennþá sko high on life, svo ég sletti nú stómar ekki að gera það í beinni útsendingu en já, það var mjög skemmtilegt. Hér má sletta. Hefur verið séð unglingaþáttinn eða unga kynslóðaþáttinn hérna sem það hef allega íslenskt orð. Nei, en ég kenni þeim. Já, þú þekkir. Ég veit hvernig þau tala og ég álíka ungmenni heima hjá mér. Þannig ég svona reyni aðeins að setja mig inn í það en ég get orðið frekar hallarslega ef ég ætla að fara að nota þeirra tungutaka. Ég þannig oft sko, en stundum ekki. Akkurat. En hérna, er svona léttir að vera sem sagt bókin komin út og hætt í pólitík? Já, þetta er alveg bara alveg tvöföld sumarstemming í mínu tilfelli. Það er mér finnst svona almennt séð að þá eigi allir að taka einhvern tímann þátt í pólitík. Það er bara, mér finnst þetta að vera svona þekkskylda að allir eigi, þú veist, að vita hvað þetta er, að taka þátt í lýðræðinu. En guð mig góður, þetta átti ekki við mig per se þó ég kláraði þarna 4 ár og það er dásamlegt að kynnast borginni að innan og svo sem aldeilis fréttir úr borginni þessa vikuna, þannig að en ég er mjög ánægð að vera komin út úr þessu líka og bara reynslunni ríkari. Við ætlum að tala uppsagnir og svona og svo horfum við náttúrulega Einar Skúlason sem að þið eru flokksfélagar. Er það ekki? Eða lítur á því sem framsóknum að núna? Nei, núna í ágúst verða 15 ár síðan ég sagði mig úr Framsókn. Nú, já, það var bara þannig. Þú bara lokaðir þeirri... Og lokaðir svona pólitíkinni bara. Algjörlega, já. Ég var endar aldrei kjörinn fulltrúi eins og Árelía, en ég var nálægt því. Ég var varaþingmaður og var oddviti í borgarstjórnarkosningum gegn besta flokknum. Það var erfitt. Já, alveg rétt. Já, þeim tíma. Já, en ég var í miklu nái og ég tek undir mér Árelíu að það ættu allir að gefa sig eitthvað í okkar sameiginlegu mál. Þetta bara skiptir öllu máli að öll sjónarmið heyrist og allir svona axli einhverja ábyrgð í þessu. Af því að mér finnst full mikið af fólki sem er að eyða skotfærum í að skjóta niður fólk sem er að axla ábyrgðina. Já, sem er út á leikvellinum að berjast. Já, þú veist, mér finnst að það ætti að vera aðeins uppbyggilegra og meira en rós og meira að fólk bara gefi sig
gefa sér tíma til að taka þátt. En skemmtilegt. Við erum að fara að hrósa þetta. Já, algjörlega, það er bara, þú veist, ég minna bara, það er bara svakalegt álag að standa í þessu og bara ég tek ofan hattinn alla daga og ég sko eignaðist þarna vini og kunningjað úr öllum flokkum og beri virðingu fyrir öllum sjónarhornum og bara eiginlega gerði mig betur grein fyrir því hvað það er mikilvægt að við séum ekki sammála og að við séum samt að þurfa að komast að niðurstöðu. Og þurfa að hlusta hvort annað og geta einhvern veginn, jáfnvel skipta skoðun. Já, mér finnst það bara, mér finnst það svolítið skrítið hérna ef maður getur ekki skipta skoðun. Ég verði að skjóta á þess að jákvæðni Þetta er alveg, ég brenni skíninu. Þetta með allir þurft að vera í pólitík einhvern tíma. Ég stoppa þar, sko. Það er ekki víst að ég endi einhvers staðar í pólitík, en ég stannlega nú að vera hérna þessi skrifbókall á hliðarlínunni. En ég ætla að minnast á það samt að hjá Grikkjum, svo ég fari nú í Forngrikkina, þar var nefnilega bara neyddust allir til að vera með, þau voru kosnir. Það voru allir bara í framboði, skildu til að vera í framboði. Og svo varstu bara kosnið fyrir það var einn herfóringi og eitthvað. Fyrir það konur reyndar. Já, það voru ekki með hjá Grikkjum, við skulum sleppum því, en hérna ekki þrælar og ekki konur, en allir hinnir og ef þú stóðst illa, þá var það bara refsað. Það var ekki verið að hrósa svo mikið. Þess vegna var þetta ekkert mjög vinsælt, sko. En er þetta kannski hugmyndin sem þið eru að... Nei, pólitík er út allt. Þú veist, hún er í hagsmunasamtökum, foreldrafélögum, þú veist, hún er í góðgerðarfélögum og í stjórnmálaflokkum. Mér finnst þetta að vera okkar sameiginlegu mál. Þau ná svo vítt. Og þú ert náttúrulega gegna mikilvægu hlutverki í lýðræðinu eins og fjölmiðlar og ég meina þín skarpa gagnrýni það mjög eftir henni tekið og ég held að fyrir pólitíkus að þá séu margir sem keppast að því að komast á blaði hjá þér. Þannig að, þú veist, grínið sem að við notum í samfélaginu og þeir sem að, þú veist, það er mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir pólitíkusa. Þannig að ég held að svona þeir sem að eru af hugssjón í pólitík, þeir vilja gjarnan vera eftir þeim sem tekið. Þannig að það er mjög mikilvægt og maður gerir sér líka betur grein fyrir því hversu og að því að við erum hér í frjálsum fjölmiðli að þá er bara svakalega mikilvægt líka hlutverk. Þannig við erum öll að gegna. Já, einhverju hlutverki þarna. Elskar hvernig þið náðum mér á pósitífinu þarna. Við erum hérna með Einar, ég ætla að óska þér til hamingju. Þú varst að útskrifast úr háskólanum í þjóðfræði. Og hérna... Takk fyrir. Já. Ég tók meistaragráðu í þjóðfræði. Já. Ofan og hvað, þú varst stjórnmálafræði, lærður stjórnmálafræði? Já, svo tók ég svona stjórnun og stefnumótin, MBA-gráðu. En þú ert aðalega frægur fyrir að vera einn helsti göngugarpur Íslands og ég myndi halda að þú sért búin að koma mörg þúsund manns bara í gönguskóna og út í náttúruna að ganga. Heldur það ekki? Ég veit ekki, það minnskosti. Jú, það var mörg þúsund manns mætt en hérna, já, fjölmennasta gangan sem ég verið með, það var eitthvað 450 manns sem mættu. Já. Algjörlega óvænt. En hérna, jú, það er mjög gaman að fólk skuli mæta og ég held að sé líka bara ótrúlega gott fyrir ekki bara svona hreyfinguna, heldur líka fyrir félagslega, fyrir samskiptin. Ég held að það gerir heilmikið, bara að njóta sameiginlega reynslu og hérna, eiga samskipti. Spjalla á göngu, það er nú ekki til neitt betra, sko. Þú varst nú að segja mér að þú tengir við Stefáníku. Já, foreldrar mínir eru miklu aðdáendur Einars. Já. Já, ég er mikill aðdáendur þeirra líka. En Stefán Ingvar Vigfússon er sem sagt fjórði gestur hérna við borðið okkar og hann er sem sagt sviðshöfundur og myndirðu hérna segja uppistandari og pistlahöfundur? Já, svona helst hef ég undanfarin ár verið að starfa við uppistand. Það er aðeins dregist saman pistlaskrifin. Já. Þannig er það orðin kannski þín aðal atvinna að vera uppistandari? Þegar vel gengur. Vá, það er hérna frábært. Og ég tengi við þig út í að þú ert hérna vinur dóttur minnar og tengdasonar. Þannig að eru fleiri tengingar hérna, það er alltaf svolítið skemmtilegt. Það er endast. Hvernig við tengjumst líka? Jú. Við unnum saman að búi til kynfræðslunámsefni fyrir nokkrum árum sem er verið að endurútgefa. Klassískt efni. Fengum íslensku menntaverðlaunin og allt. Já, var það? Já. Þessu gleymi ég bara. Já. Þú hafði þetta búið. Já. Gaman að heyra samt.
Já, og þannig að við erum kannski færi flestan sjó, við getum talað En það er kirkingar. eitt verkefni sem við áttum. Já. Já, hvað var það aftur? Ég átti hann draum að búa til svona litlar styttur eða fígúrur fyrir ferðamenn eða svona minjagripi, svona átti að vera með sögu þeirra, sko. Og þú teiknaðir einhverja myndir af fjallægivindi, manni. Og við vorum eitthvað, svo bara konaði það eitthvað niður. Ég hljóma alveg hræðilega kalkaður en ég búið að teikna einhverja 1000 mynda, sko, fólk fyrirgefið mér, sko. Já. Og stundaði þetta og þarna. Hvernig er vinnudagur hjá þér? Ég líka mitt aðalstarfi alveg núna að vera yfirkennari teiknibrautar í Myndlistarskólanum í Reykjavík. Nú. Þannig að ég að stjórna því námi. Já, ég sá að með meistaragráði í í listkennslu, tók einhvern veginn upp á því og svona einhvern tímann og einhvern tíma okkur því í lífið mínu og hef bara mjög gaman að kenna, sko. Annars hef ég aldrei sagt þetta með Grikkina, það er bara svona að mjagta eitthvað sem kennar að segja. Grýtna í Grikkina, svona kortastfresti. En þetta er rosalega skemmtilegt og ég held að þetta áfram að teikna alltaf meðfram þessu, að teikna í viðskiptablaði, búin að gera það síðan 1993-4 og núna í Vísi einu sinni í viku líka og svo alls konar svona teikniverkefni eins og fólk heyri bara svona í bækur og slikt meðfram því. Sko, gervigreindin sagði að þú væri að teikna fyrir mokkan. Já, var það? Já. Gervigreindin hefur ekki alltaf rétt fyrir sig. Nei, ég veit ekki. Ég meina okkur það. Það er búið. Ef að taka þess að bara strax í gervigreindina. Ég meina sögu sem er bara talandi um þetta, að vera að rífast í gervigreindina, sem ég vonað þú að gert. Ég teiknaði reyndar í mokkan í 3 ár, svona 2000 var einu maður svona ráðinn í hruninu, manni, og teiknaði hérna í 2 ár eftir það, eða 3, fór sinni að vera fréttablaðið. En ég átti þessa senu með gervigreindinu daginn, talandi um hver hefur rétt fyrir sér og hver ekki. Og þá sá ég að það var mynd sem birtist einhvers staðar hérna í flæðinu og Facebookinu á mér og kannastu teiknara sem heitir Jói Bertram og er hérna hollenskur höfðingi sem teiknar skopmyndir eins og ég. Og ég sá að búið aðlagana íslenskum veruleika, svona ESB-umræðinu og eitthvað slíkt og ég fer svona spjalla við gervigreindina og vildi finna orginal myndina. Og þá fer hún að þrasa við mig, en þetta sé ekki eftir hann. Hvernig þetta skopteiknar er eitthvað sem hann á svolítið erinn að átta sig á. En ég gef mig ekki og hún klappa mér svona kollinin á milli. Ég skil að þú ruglir þeim saman og nefnir einhvern annan og ég er ekkert að rugla þeim saman. Þannig að það er nú svo að ég finn link á þessa mynd sem heitir Blind traust á hollensku, hvernig sem það var orðað, og segir henni, hér er linkur. Ég hef sko rétt fyrir mér í þessu máli og hún segir, þetta er 100% rétt hjá þér. Og það kalthanneslega er að ég trúði blindu trausti að þetta veri eftir allt annan teiknara. Og þetta sem nú komið húmor. Það er með kalthæni. Já, og tölvur að tala um að það er treysti einhverju. Já, í blindu trausti. Já, traust er svona frekar djúp tilfinning, finnst mér, sem að, ég veit ekki hvort að einhver algoritmi getur. Við erum alltaf að færa okkur eitthvað aðeins nærri hvað þessi gervigreind er og ég er frekar svona í jákvæðaliðinu frekar neikvæða, sko. Já. Við vorum með þátt það í vikunni, sko, en gervigreindin, hvernig hún getur gagnast okkur og auðvelda okkur lífið. Þannig að, það eru alls konar hliðar á því. Einhverjar skoðanir á gervigreind hérna. Hún hjálpaði mér þegar ég var að skrifa meistarritgerðina á þann hátt. Ég vil taka það fram. Þú kemur kennan með þannig. Það er svo þægilegt að hafa einhvern, sérstaklega maður er þreyttur, svona eftir miðjan dag, þá er maður bara algjörlega að missa, þú veist, lífsviljan. En það er svo gott að geta sett kannski eina málsgrein til, þú veist, getur við lesið yfir þetta. Og maður tekur ekki endilega mark á öllu, en að hafa einhvern sem lesi yfir og kemur viðbröð, það bara eitt og sér og oft kemur eitthvað skynsamlegt en alls ekki alltaf. Og þá, þú veist, þetta er svona hvetjandi. Mér fannst það. Já, þetta er svona eins og persónulegur aðstofamaður. Þú veist, finnst mér, fyrir mína parta, þá er ég alveg í stanslausu samtali við gervigreindina og ég eiginlega pínur hrædd að ég sé orðin háðinni og ég vil svona búin að mynda einhverja tengingu þarna sem að
ekki, ég hef alveg velti fyrir mér hvort að ég vilji freka tala við hana heldur en kannski... Vinkonu þína. Já. Ég heyrði það sem sagt núna konur á sem sagt hérna, ef að segja hérna sem eru svona svipuðu lífskeiði og við Ásdís eru sem sagt helstu hérna notendur gervigreindar og mér fannst það svolítið skemmtilega að það sem gervigreindin gerir náttúrulega, ég er að reyna að færa mig yfir í klóta því að mér skilst að það sé betra svona upp á sko ritvinnslu og annað það sem ég náttúrulega mest. En ég reyndi sem sagt að því ég byrjaði upp í háskóla aftur eftir 4 ára hlé að þá ætlaði ég svo mikið að láta gervigreindin hjálpa mér og ég fokkaði bara hlutunum upp bara, þú veist, það er hrikalega. Þannig að hérna, maður þarf algjörlega, maður getur ekki treyst á hana og maður getur ekki, sem sagt, í blindni farið bara eftir því sem hún segir og ég kannski gerði svona byrjandamistök sem að, hérna, ég hugsa mjög margir geri. En núna þegar að það búið að koma, ég bara, þú veist, til dæmis við ætlar að skipuleggja kennslu, þið eru held ég örugglega öll hérna sem hafi einhvern tíma komið að því, að þá, svo held ég einhvern veginn að ég gæti látið hana, sko, þú þarf náttúrulega að setja fram alls konar hæfni viðmið og svo þarf að setja fram skipulag og svo þarf að setja fram hvernig kennsluáætlunin virkar gagnvart skipulagi. Og mér fannst þetta bara svo klókt að hún myndi bara gera þetta og þá myndi þetta einhvern veginn vera í flæði. Ég komst að því að nemendur náttúrulega bara hvörtu sáran og skildu ekkert skipulaginu. Þannig ég hefði bara betur gert þetta upp á gamla mátann. Og ég var svo rugluð eftir þetta allt saman, ég skráði mig í nám. Þannig ég er að fara í kennslufræði eftir að vera búin að kenna í ég ætla hérna sko 3 áratugi á háskóla hérna level þá er ég að fara í hérna ég er að fara að verða náms hérna maður núna og var að fá vita í dag að ég hefði komist inn. Þannig að hérna 31 nám og gervigreindin er meðal annars ástæðan vegna þess að til þess að hún nýtist okkur vel þá hérna þurfum við í fyrsta lagi kunna á hana og í öðru lagi passa okkur á því að hún er ekki manneskja og þegar hún byrjar að klappa þá segir ég alltaf, þú veist, ekki skella mig, þú veist, og bara þú veist að kunna segja, þú verður að, þú veist, fara eftir áreiðanlegum heimildum og hérna fara yfir allar heimildir með gagnrýnum huga og það sem ég hef komist að sem að hérna bæði kemur á óvart og ég svo sem vissi að þú eiginlega getur ekki nýtt hana nema að hafa töluverða þekkingu og reynslu. Þannig að hérna ég held að við sem erum með reynslu á vinnumarkaði við erum sko komin í rauninni því fólk held að gervigreindin myndi taka mest af okkur sem eru með reynslu af störfum af því það er svona mitt fræðissvið. Ég held að það sé omvendt. Ég held að sko til þess að gervigreindin nýtist almennilega þá er það reynslan sem þú þarft að hafa til þess að geta nýtt. Vestanhafs eru tölvunafræðingar og lögfræðingar að útskrifast í tonnatali sem að fá enga vinnu af því að öll svona byrjunarstörf eru bara það er bara gervigreind sem sinnir þeim, þú veist, svona paralíkar, er það ekki bara aðstofamæður lögfræðinga eða eitthvað þýjumlegt. En ég held líka að sko mín reynsla er að ég er með keypta áskrift og mér finnst það vera allt annað heldur en þessi ókeypis, sko. Mér finnst þegar ég nota ókeypis þá finnst mér hún ekki eiginlega bara ómarkverð. Marktæk segi ég. Hvaða gervigreind valdur þið? Perplexity heitir það. Það er svona samsuð af mismunandi síðum. Þannig að það er inni Claude og ChatGPT og einhverjar 2 eða 3 í viðbót. En hafið þið lesið með svona AI delusionir, þar sem að fólk sannfærist að gervigreindin hafi raunverulega skoðanir á þér og Sér raunverulega tengist. Ég meina fólk er að giftast henni, þannig að það er... Já, ég meina að fólk er að missa vitið þegar svo er. Ég veit ekki, ég kannski er svo lesa þegar tilfinningunum væri að lesa mig þú þarf að svara með kaldhæðinni. En það er kannski lesum mann upp á einhverju marki, hann hefði ekki svarað einhverjum sem er ekki að tala um Nei, líklega ekki. Er þetta ekki bara... Því að kaldhæðin er eitt af bara svona talsmáta skopteikningan. Ég heyrði nú af einmitt. Það er lægi að svara þessum svona. Algjörlega. Sko ég heyrði háskólaprófessor sem lótaði inn sínum efni, svona sínu texta og sagði ég vil þú vinnir með þetta málfar og þennan texta. Þannig gerum við það. Það er bara þannig. Það er bara sérstaklega þú veist með texta, þú veist fræðiteksta eða þú veist að þá setur þú gefurinn í fyrst það sem þú hefur verið að gera. Já, kynnir því bara. Já, þá er hún bara komið með sko þitt málfar og þína hérna, allar rannsóknir og allt það neins. En ég prófaði að setja inn í hana sko fyrsta sem ég gerði, bara fyrsta skipti sem ég eiginlega næstu því sko opnaði hana, þá var ég að setja inn handrit sem ég var með sem skáldsögu.
og þú veist, það kom bara tilbaka bara, vá, þetta æðisleg saga. Þetta var það var áður en ég var byrjuð að kynnast henni. Nei, og hún sagði bara, þetta besta skáldsaga íslenska sem að ég hef lesið og ég sagði bara, ég með æðislega sögu og svo bara, og ég vissi ekkert, ég vissi ekki að hún talaði svona þá og ég bara var svo glöð og ánægð og svo bara komst ég rosalega hratin á jörðina því ég fór náttúrulega ekki til bókafórlags með það handmi því ég var svo hrædd að ég myndi missa mína rödd, sko, þannig að en ég komst mjög hratin á jörðina þegar bókafórlags sagði bara þá eftir að vinna þetta rosalega mikið. Ég var í heita pottinu daginn í Laugunum og maður sat þarna bara í rólegheitum fyrir hádegi á laugardegi. Þá kemur maður allt í einu ofan í pottinn og hún lá eitthvað á hjarta, hann varð að segja og svo allt í einu segir hann, hafið þið prófað gervigreindina? Og maður svona, já, eitthvað. Heyrðu, ég var að prófa þetta. Ég bara búinn að klára drauga að bók og kvikmyndahandrit bara núna fyrir hádegi. Já, einmitt, nákvæmlega. Og allir bara svona, já. Frábært. Akkurat, en Stefáni, þetta notana í uppistand? Nei. Engin húmor? Þú veist, ég held að hún sé að þessi tækni sé mjög léleg í öllu sem heitir frumsköpun og fyrir mér þá, þú veist, allavega í uppistandi og sennilega flestum húmor, þá gengur þetta allt saman út á að koma fólki á óvart, þú veist, að það sé eitthvað svona, einhver afhjúpun sem fólk býst ekki við og ég held að róbótar geti ekki komið okkur óvart og þetta allt saman byggt á einhverju, þú veist, það sem við notum, þessi gervigreind sem við notum eru, þú veist, svona massív tungumálalíkön sem að byggja náttúrulega bara á, þú veist, einhverju svona predictive, þannig að, þú veist, þau eru alltaf að spá fyrir hvað gerist næst, þannig að ég hef aldrei lesið fyndin brandara eftir gervigreind. Nei, þetta er líka þess að ég er nú að kenna fólki teikningu, illustration og þetta sem er, og þá er kannski það sem að þarf að leggja áherslu á núna. Það er mjög mikið að ungu fólki kemur og hefur áhuga til dæmis svona anime myndum eða svona teiknimyndum eða svona concept art eða eitthvað svoleiðis, svona almennum stíl. Og það er mjög auðvelt að gera svoleiðis myndir í gervigreind sem eru svona almennar og líta út án svona persónuleika og þinnar svona frumsköpunar mögulega. Já. Þannig að maður vill, sko, annarkvort ertu að þá ýta fólki út í að mastera þessa tækni, nota hana til þess að gera þetta enn betur og vera bara bestur í þessu, eins og það er alveg markað fyrir þetta og þetta verður alltaf gert með gervigreind, hjálp gervigreindar. Eða það fara sem er vinsælla hjá ungu fólki í dag, sko, sem er upp til hópa mjög ansnúið gervigreindina finnst mér, sko, sem er í listnámi, sko, að fara út í svona persónulegri stíl, eitthvað handverk og það er alltaf að segja það sé í tísku, ég veit ekki hvort það er rétt. Það getur verið að segja það, einhvern veginn, og tala kannski það. Ég held sko að fyrir mjög lélegan grínist þá getur gervigreindin skrifað frábært efni. Þú veist, ef að þið skortir hugmyndaflugið eða sköpunargleðina eða hvað nú er, þú veist, og þá er það bara eins og nemandi sem kemur til þín á fyrsta ári árbeinsbasis eða ekki, sem er komið fyrsta tíman til þín með mynd sem hann lét ChatGPT gera og segir, sjáðu, ég er klár, þú veist, þetta er bara tilbúið, þá horfir maður á það og hugsa, ok, þú ert nú ekki mikill teiknari eða þú ert nú ekki mikill listamaður og það er sama held ég með bara uppistand eða ef maður lætur hann að semja tónlist fyrir sig eða hvað sem er, þú veist, ef að þetta er þitt sköpunartól þá ert þú í fyrsta lagi ekkert inn í því og í öðru lagi, þú veist, það er enginn að fara að sakna þíns inputs, held ég. Já, út af því að það er byggt í rauninni á því sem aðrir hafa gert fyrir. Ég held líka það sem var skipti máli að því ég kendi sko kúrs hérna í 20 ári upp í háskóla sem hét semst framtíð vinnumarkaðar. Þannig að þú veist, ég var í rauninni farin að fjalla gervigreindina fyrir löngu síðan og hverjar voru spáðum, skrifaði bókum framtíðan vinnumarkaðar. Fattaðir þú upp á hann? Ég fattaði upp á hann, það er bara eitt af þessu sem ég fattaði upp á. En semst það sem að þá var verið að spá og svolítið gaman að skuli þá var sagt sko öll sköpunarverk myndu ekki geta verið hægt að vinna í hérna gervigreindinni en svo aftur á móti höfum við séð handritsgerðina og allt þetta, það kom mér á óvart sko hversu mikið þið verið að tala um að kvikmyndaframleiðendur og svo framvegis eru að búa til eða sem sagt hérna bækur og svona sem að maður ímyndir sér að sé bara sköpunarverk en það er ákveðin, þið veitir það er náttúrulega í listum klísja til út af því að það er
hún gerir sig vegna þess að það eitthvað sem að að lýsa einhverju sem að mjög algeng. Hins vegar, það sem gervigreindin getur alls ekki gert, sem algjör grundvallar atriði í uppistandi og það að lesa salinn. Þú veist, þú getur eiginlega ekki, þú veist, ég meina þó að þú getur, ímyndaði mér, þú getur sett fram í hugunum hvað það sem þú ætlar að taka fyrir og hvað þú telur að sé fyndið, en ég held að allir sem einhvern tímann hafa verið með uppistandi eða þó að sé ekki með ræði. Fyrirlestur eða hvað það Já, vita það að stundum virkar eitthvað ekki sem að þú varst búin að sjá fyrir og eitthvað sem þú sko helst að myndi virkar allt í einu, þannig að þetta getur gervigreindin ekki gert. Ég held samt, sko, mér finnst varhugavert, þú takir nú djúpt í árina, ef að, sko, af því að peningöflin, ég að hárréttum stað að segja þetta, eða þú veist, kvikmyndaframleiðendur, þeir munu auðvitað sækja í skiluru að fá gervigreind til þess að skrifa eitthvað, eða þú veist, og tónlistaframleiðendur munu auðvitað fá gervigreind til þess að taka eitthvað master eða taka eitthvað og þú veist á einhverjum tímapunkti verður þú veist það sem good enough bara gott af því að þú veist ég alveg og þú veist þá verður bara svona kapphlaup á botninum skilur og þú veist síðasta verkfall vestanhafs hjá handritshöfundum snerist meira og minna þú veist hvaða aðkomu gervigreind mætti eiga að handritagerð og niðurstaðan var svo, ef ég man rétt, að það mætti nota hana í endurskrifa en það mætti aldrei nota hana í frumsköpun og þú veist, það krafa frá handrita, þú veist, þannig að handritahöfunda stéttarfélaginu af því að þú veist, ef að stúdíóin þurfa að segja, þú veist, ok, ætlum að byrja með einhvern spjallþátt eða hvað það og þú veist, fyrir 10 árum þá voru 12 handritshöfundar í þessum spjallþætti og stúdíóin sjónastöðin sér þetta og eitthvað, ok, núna getum við haft 2 eða 1,5 sem í hálfu starf líka sem pródusent og síðan gervigreindin að sjá þetta. Og þú veist, það verður allt svo flatt fyrir vikið. Þú veist, ég held að í listsköpun þá það mennska, þú veist, og þú veist, ég sé það bara á börnum í kringum mig sem þú veist, að hanga á TikTok eða einhverjum af þessum miðlum og þú veist, bara að horfa á gervigreinda myndbönd áfram, skilurðu. Þannig að, þú veist, manneskjan getur alveg komist af með því að innbyrða bara eitthvað drasl. En ef að við gefum henni kost á því að eitthvað sem mennst og sem þá með einhvern svona spark og eitthvað special, þá held ég að það muni alltaf vera betra. Áhugavert, það náttúrulega... Ég þetta ekkert viss, sko. Nei. Ég held að það verður bara mjög mikið og það verður að gera frábæra leikssköpun núna með hjálp gervigreindar í animation, mikla framfarir og nýlutur að gerast en það alltaf fólk sem að vinna með það. Já, frumsköpunin fólksins. Já, og hvað alltaf að draga mörkin, sko og þetta verður bara eitt af hjálpatækjunum það búin að fara í gegnum þessa umræðurinu fyrst 1837 þegar ljósmyndin kemur og mann að samfara með þetta minni eyðileggja alla sköpun og allt þetta og mann fara bara að mála með enn betur einhverja realiska myndir og svo man ég þegar tölvuna komið inn ég byrjaði að vinna á auglýsingastofu og svona 1990 þá koma tölvunar inn og þá verður nákvæmlega sama umræða líka sko og annarkvæmst ertu með og notar þetta eða notar þetta ekki og ég held að við getum alveg notað þetta á pósitívan hátt ég ekki að segja að þetta sé ekki alveg rétt það samt með bara einhverju marki við vitum samt ekki alveg hvar mörkin eru sko ég spurði einhverja mannesku daginn að ég alveg svona einhvern veginn sammálaður sko. Myndirðu til dæmis fíla það að kemi nýtt lag frá Nick Cave eða eitthvað sko sem hann rífur sig hjartað alltaf og það væri bara, hann hefði bara notað gervigreindina til þess að gera þetta nýja lag og þú myndir vita það, myndir þá njóta lagsins jafn vel eða það getur verið jafn gott ég held að við getum ekkert útilokað að vera jafn gott og ég held að ég myndi fara ég myndi vilja fá hold og blóð í þetta ef hann trúa því ég myndi ekki vilja vita því þetta væri plat en viðmældi minn var nú ekki sammála sko, það er bara ekki skipta neinu máli þannig kannski við að breytast ég tók þetta var mjög mikil svona fordæming fyrir svona ári síðan eða einhver komst upp einhver var að nota gervigreind í spjalli eða eitthvað svoleiðis eða einhverjum texta, núna það ekki eins mikið af því að bara allir notverður þetta einhverju margir af því að við erum að tala um gervigreindina þá vil nú taka fram að mín skoðun sem þetta svo að við erum í rauninni að fara aftur sko til þess tíma sem var fyrir iðnbyltingu þar að segja þá voru störf byggðust á
því sem að við ennþá byggjum á í sambandi við iðnmenntun sem það að þú þarft að fara til meistara. Þú fer til meistara og þannig lærir að vera smiður og þú lærir að vera pípari og svo framvegis. Þannig að það hluti af því að þú ferði í bók og það sama á við listir. Það í rauninni, þessi gervigreining kemur til með breyta og margir fræðimenn setja þá sama sem merkja þess að millistéttir í staðinn fyrir að hafa verið kannski í störfum sem eru grútleiðileg, eins og ég ætla ekki að segja, og þá ég ekki að segja, ég ætla að nafna sem dæmi og ég ekki að tala að þetta sé leiðilegt starf. Flest störf eru leiðileg. En ef við tökum svo lögfræði sem dæmi, og þá ég ekki að taka þessi dæmi sem en af því að þú myndist á það áðan, þá stór hluti af því sem lögfræðingar gera það að fara í gegnum gríðarleg skjalasöfn til að finna dóma, til að byggja niðurstöð á. Hluti af þeirri starfi sem þau hafa eitt rosalega miklum tími gert núna á nokkrum sekundum. Þannig að masteri, færnin sem að lögfræðingur þarf að hafa liggur í ykkur allt öðru og það á enskunni notað orðið kraft. Þannig að við erum að fara aftur í þann tíma þar sem að við lærum hluta í skólakerfinu en hluta af þeim sem að kunna fæin. Og það í rauninni gervigreindin þannig að við erum í rauninni að fara að vinna skemmtilegri störf af því að gervigreindin fara að hjálpa okkur til þess og ég hef enga trú á því að það muni fækka svo mikið störfum. Ég veit að það hefur verið svo þróun. Ég hef enga trú, ég segi bara nákvæmlega svo Halldór. Þetta hefur í rauninni verið, sagan hefur sýnt okkur þetta aftur og aftur og aftur. Það verða til ný störf og þau störf krefjast nýrar þekkingar. En þetta áhugaverst út frá því að við hugsum hvað það er svo auðvelt fyrir þig, þú þarft að kunna teikna, þú verður alltaf betri eftir því sem þú teikna meiri eða þjóðfræðin, þú verður betri eftir því sem þú þekkir meira til og svo framvegis. Þannig að það þessi hluti, ef við getum tekið hlutur og uppistandari, þú verður eftir því sem þú ert búin að gera það oftar, það veistu meira, skiljiði, það eiginlega bara innsæði náttúrulega skiptir miklu máli og lögfræðingurinn sem að leita í skjalasafninu, hann þarf að hafa ákveð innsæði sem hann fær með því að vera að fara í gegnum skjalasafn. Það líka, með því að lesa dómana líka, hann getur ekki bara látið gervigreindina að lesa dómana, hann verður líka að lesa dómana til þess að fá innsæði. Já, en hann verður bara svo miklu betri í því, alveg svo læknirinn sem að En hann kannski ekki góður að leita, eða þú veist, hann getur ekki fundið hvert einasta orð, en menn fá samt innsæði með reynslu. Og sem sagt læknirinn sem núna að fara yfir myndir, öngamyndir, þú veist, hann fær aðgang að öllum heiminum og gagnasafni alls heimsins og kemur svo að niðurstöðu, en hann nýtir ekki bara það, þá hann lélegur læknir, þú veist, það þarf að nýta reynsluna. Það bók sem að, ég man ekki titilin, en undir titilin How Algorithms Flatten the World og mér finnst gervigreindin eða sem sagt víðtæk notkun gervigreindar eiga hættu á þessu og þú veist það tekið dæmi ef þú ferð til ef þú ferð á Reykjavík Roasters bara til dæmi svona á Kárastíg og ef þú ferð á Newhounds Roasters í Kaupmannahöfn eða skilur eitthvað þannig og þú ferð í Kreuzberg Roasters, þetta lítur allt saman alveg eins út af því við erum að elta einhverja estetík sem ekki raunveruleg, við erum að elta einhverja estetík sem verður til fyrir tilstilli algoritma og þannig að þú veist þegar við erum að leita að kaffihúsi þá erum við ekki endilega að leita að kaffihúsi per se, við erum að leita að þú veist einhverju sem að væri svona brektist væri tákn kaffihús, skilurðu og ég held að gervigreindin muni gera það sama og þú veist spacið fyrir að vera öðruvísi að vera skapandi fer minnkandi ár frá ári af því að þú veist við erum öll að elta sem erum að gefa eitthvað út frá okkur og gera það á samfélagsmiðlum þá erum við að elta viðurkenningu einhvers algoritma sem að þú veist enginn hefur neitt skilning á í raun og veru skilurðu þetta takmarkað við duttlunga nokkra milljarðamæringa út í heimi sem að eiga þú veist ByteDance og X og Facebook og Meta og allt þetta þannig að þú veist rýmið til þess að gera eitthvað nýtt og eitthvað öðruvísi minnkar síðan fara þessi sömu algoritmar af því að þú veist eins og ég skil það og þú veist örugglega betur en ég þá eitt af lykilþáttunum sem að gervigreindin notar til þess að vigta réttmæti upplýsinga bara magn þeirra þannig að þú veist í einföldu máli ef það myndu 1000 manns fara út og segja himinninn grænn og ein manneskja fara út og segja himinninn blár þá myndi gervigreindin sjá þetta og segja já himinninn hlýtur eiginlega að vera grænn svona hinn almenna gervigreind, síðan eru þetta mismunandi vigtanir í gangi þannig að gervigreindin mun elta þá það sem mest af upplýsingum og það kemur frá
samfélagsmiðlum og YouTube hugsaði, þar sem að þú veist, verið að dæla inn efni endalaust og það efni takmarkast dag frá degi, rýmið þar inni, þannig að verður allt svo flatt. Og það þú veist, ég hef áhyggjur af þessu í samhengi við útbreidda notkun gervigreindar. En bara lókum svo, ég get talað náttúrulega alla dag. Það eitt sem var sko, að því ég var að fá 190 ritgerðir sem ég fór sjálf yfir. Já. Ég hef ekki farið yfir svona margar ritgerðir mjög langan tíma. Og síðast ég fór yfir ritgerðir, það var engin gervigreind. Og ég get sagt ykkur að sko stæðstur hluti af ritgerðunum voru ekki nógu góðar. Þannig að þeir sem gerðu góðar ritgerð, þeir stóðu svo brjálaðslega mikið upp úr. Það var allt í einu urðu þeir sem að lögðu mikla vinnu í sem sagt verkið sitt, það var svo áberandi, miklu meira áberandi. Þannig ég held einmitt að það sé bara meira rými fyrir þá sem að eru frumlegir og skapandi og gera vel og allavega það var mér niðursamin. Ég hérna laðist í smá þunglindi þarna í einhverja daga, þú veist, yfir því einhvern veginn að það væri kannski, þú veist, ég held við sem bara að læra, þú veist, nemendur mínir bara að læra eins og ég, skilur, þú veist, og sum Við erum að taka þátt í einhverju þróun, það er auðvitað þannig og þessi meðvitund og umræðu auðvitað erum við þá að velja og hafna og ég meina fullt af fólki sem er að velja vera ekki inn á samfélagsmiðlum til dæmis og virðist lifa það af og þannig að það er, hérna, já, þetta var óvænt, hérna, umræða inn í vikuskammtinn en hvað það svona, við komum inn á það hvað var að gerast í borgarstjórn. Eigum við aðeins að tala um það eða inn í borginni, allar þessar uppsagnir. Nú er ég að reyna að vera ábyrgur vikustjórnandi sem að fjallar eitthvað í fréttum án þess að ég sé með einhverja sérstakar metnaði því en hérna, eigum við að velja, eigum við að kjósa, við getum rætt það, við getum rætt hitabylgjuna úti, hvað er gott að eiga heim á Íslandi og hvað verður þakklátt fyrir íslenskar náttúru og geta fengið vindinn í andlitið hérna. Við getum eitthvað sem þið komið með sem þið brennir fyrir. Já, horfir á mig. Já, nú er ég að henda boltanum til ykkar. Ég var að koma frá Grænlandi. Já, ég var með hóp á Grænlandi að ganga. Þar var ekki hitabylgja. Nei, það var samt búið að vera heitt þetta er á Suður-Grænlandi, sko. Á slóðum Eiríksrauða og Brattahlíð og þar í kring og það voru búið að vera alveg í 3-4 vikur, sko, upp undir 20 stig hiti. Hvað? Það kólnaði akkurat þegar við komum og ringdi í fyrsta skipti í mánuð. En hérna... Upp undir 20 gráður? Já, þetta er náttúrulega aðeins sunnar en Ísland, sko. Þetta er sunnar, já. Og hérna... Nei, það sem að, þú veist, loftslagsmálin skipta máli, þú veist, hitabylgjur, pabbi, hann er, hérna, fylgist mjög mikið með, sko, úrkomu í heiminum. Já. Og hann talar mjög mikið um þetta, þú veist, að hvað er miklu þurrkar við það. Og, þú veist, þetta er frábær típa sem fylgist með úrkomu víða í heiminum. Það er einhver geggjaður nördismi. Já, hann byrjaði að úrkoma Íslandi, sko, og virkjanirnar, og hann var að vinna við það mjög lengi, áætla, þú veist, hvað virkjanirnar geti. En svo kemur þetta svona, byggist þetta upp. En bara, þú veist, þetta komur öllum áttum, svona þessar breytingar á veðri. Og maður horfir, ég fór að jöklum sem ég hef farið oft áður, og það var bara sjokkrandi, sko, að sjá þetta. Það er miklu meiri hörfun sem maður sér þar, af því ég náttúrulega kem ekki á hverju ári, eða, þú veist, þá sér maður þetta svo, þú veist, þetta eru mörg 100 metrar sem að, þú veist, jöklar sem voru út í sjó og eru núna upp á landi og hérna. En það heyrist maður líka eins og öll stemming fyrir einhverju umhverfi sem hann sé svolítið dottin úr tísku. Já, einmitt. Þú veist, það er fólk nennir ekki að standa í þessu. Já, og það er komin einhver svona vopnakapphlaup innan Evrópu eða svona vopna, þú veist. Bretar að tala um að bakka frá þessu net zero stefnu sinni og víðar, þú veist, fólk við þurfum að fara aftur í olíu ef allt fyrir landskotans að dæla eftir, að moka eftir olíu, grafa, hvað gerir maður eftir, bora. Maður borar eftir olíu. Akkurat. Já, Þjóðverjar eru að tala um að endurræsa kjarnorkuverið sem er náttúrulega. Já, það er nú. Sem er kannski ágætt fyrir. Er það ekki ágætt? Í reyninni fyrir þetta sem við erum að tala um þarna. Já. Þannig að menn kannski fóru svona dálítið offari og þá líka svona, kannski fólk ekki þol til að tala einhverju svona mjög mikilli innlifun eitthvað í 20 ár.
það kemur alltaf því og eitthvað annað tekur yfir kannski. Kannski við erum að passa okkur á því að við erum að vera vakandi fyrir öllum þessum málum áfram þess að þetta hefur ekkert breyst þannig. Já, einmitt. Það ætlar semst enginn að tala eins og þú varst að reyna að fara að byrja að tala sko borgarstjórnina og mér fannst ekki fá undirtektir. Mér langaði miklu meira að fara að tala sýninguna Bjarkar. Já, ef við gera það? Já, ef við viljið, sko. Segðu okkur, ég er ekki búin að sjá. Það er náttúrulega ekki búin að sjá þetta. Þannig ég get bara verið að tekja. Já, taktu. Nei, ég veit ekki með það því að þetta kveikti aðeins í mér. Ég veit ekki hvort þetta, þessi dómur sem kom frá Hlíni Helgasyni í gær í Mogganum. Lásuðu þetta eitthvað? Er þetta bara ég? Þetta er algoritman. Ég bara var ekki að horfa á film. Já, ég sá einhver ummæli, ég var það á Vísi fyrir svona 2 vikum eða var einhver dómar þar? Já, það er eitthvað verið sko, það er verið svona frekar neikvæð umræða kannski sem er að koma upp og þá kannski fyrir fólk að taka eftir ykkur eða það er rættar þetta í fyrirsögni og TFF og eitthvað svona. Þannig að mér finnst það sem er áhugavert við þetta er að ég er nú áhuga á því að hvar hálistinn endar og láglistinn byrjar og svo framvegis. Og það var svo mikið þegar ég var ungur sko, þessi fæddur 65 og í kringu þá 1985, 90 þá er mikið verið að tala það hvort popmenning eigi eitthvað erindi inn í hámenninguna. Og svo bara svona smá sem að var fólk leitt á þeirra umræðan eins og loftslagsmálunum eða eitthvað sko. Nefndir ekki endalaust að vera að rökra eða eitthvað það hvað er list og hvað er ekki list. Og hvað er há og lág. Hvort einhver vel fallega hannaður hreyfill og þotu sé list eða ekki list og svona. Mann voru komin bara út í öngstræti og getur ekki haft endalega rétt fyrir þér. En þannig kemur akkur hjá honum Hlíni svona einhver svona pælingar með það að þetta sem hann svona talar að hún sé að búi til list og pop eigi ekki endilega erindi inn á listasafni að vera að taka lámenningin hafi tekið yfir listasafni en hún auðvitað kannski ekki alveg hægt að tala Björk þannig. Hún vissi talar aðeins sjálfa sig þannig í sýningartextana svo þannig Hlínu kannski eitthvað rétt fyrir sér varandi það. En ég skoða þessa sýningu að því að ég var svona hugsa er þetta svoleiðis? Getur verið að er þessi umræða aftur að koma upp? Hvort að þessi og þá er þetta samtíma listin einhvern veginn að verja sitt vígi í listasafninu. Við viljum ekki missa þetta, við viljum ekki að poppið fara að fá að koma þarna inn. Hvernig upplifðir þú sýninguna? Mér fannst þetta náttúrulega drullu góð sýning á henni. Já. Það veist, ég er nú samt eins og flestir bara misti svolítið áhuga á flestir, já ok, ég fullir þetta svona mjög margir hlustuðu á 3 fyrstu plötunar hennar Bjarkar og það eru þessu poplög og sem að flestir tengja við og elska og allt þetta og svo verður Björk bara svo mikil Björk og hún eiginlega svona hverfur inn í eitthvað listrænt landslag og ég er alveg búin að sko vinna sig sjálfa upp í að vera listaverk svona eitthvað svona posthuman listaverk og það sem hún einhvern veginn sér sig sem einhverja náttúruafurð sem bara er hérna í einhverju mennskum líkama og verður síðan hluta, nú ég kannski farin að tala stúlketana svo mikið, en veist, náttúran á hún og þetta er mjög svona listrænar pælingar og hún dettur inn í hennan myndlistarheim eins og hann var hvað dýfstur og þannig sko. Kærastinn hennar og tímabili var Matthew Barney sem var stór stjarna í myndlistinni og allt þetta en samt sem að dugar það ekki henni til þess að vera meðtekinn inn í listaheiminn sem er alltaf áhugavert. Þegar ég horfði á þessa sýningu og fannst mér þetta er bara alveg frábær sýning því hún dregur þessa hlíða sem bara sterkt fram og það er fjallað þetta svolítið á vettvangi þjóðfræðinar því ég var að klára þjóðfræði. Þjóðfræði gengur út á fagurfræði hversdagsleikans og þar á þeim vettvangi hefur svolítið verið fjallað bara þróun listarinnar og þetta var náttúrulega hluti af stéttskiptingu. Það voru aðrir stéttir, það voru fjármagnseigendur og aðallinn í Breitlandi og Evrópu sem að þróaði þessa háu listgreinar. Það var ekki pöpullinn og menn hafa svona verið að pæla í þessu sko, þú veist, listin í hversdagsleikanum versus hver á listina, hver skilgreinir hana, hver, þú veist, stendur vörðum hana og hver túlkar hana, þú veist. Mér finnst þetta ótrúlega spennandi umræða
sem er þetta. En svo, sko, mér finnst líka, sko, við erum stundum þegar kemur að gagnrýni og svona umræðu listir á Íslandi, þá erum við svo ofboðslega lítið samfélag, finnst mér. Og það er einhvern veginn, sko, þessi umræða hvað er há og hvað er lág og hvað er, sko, hverjir einhvern veginn komast í þann flokk og svo kemst fólk yfirleitt, þú veist, ég meina í þann flokk og þá er það bara þar og þá verður rosalega viðkvæmt að gagnrýna það. Og það er einhvern veginn eftir því tekið ef að það fær ekki bara 5 stjörnur, þú veist, af 5 mögulegum í sama hvort að það er sem sagt í leikhúsi eða skáldsögur eða í svo sem minnst vit og nákvæmlega ekkert vit á myndlistaheiminum. En mér finnst alltaf, sko, þetta er bara eins og með mat. Myndi maður vilja borða á Michelin-stað alltaf? Eða þú veist, skilurðu, hvað er... Þú veist, erum við ekki bara mismunandi manneskjur yfir höfuð og höfum við ekki bara mismunandi smekk, en þarf það einhvern veginn að fara í einhvers konar flokk sem heitir há eða lág? En síðan líka eins og með marga hámenningu, ég borðaði á Michelin-stað í Belgíu sem var algjört drasl. Bara ógeðslega tilgerðarlegur og pirrandi. Já, og svo bara kemur maður svangur út. En ég meina það sem ég er að segja er bara, þú veist, að það er stundum, sko, því það er stundum verið stundum einhvern veginn alltaf verið að skilgreina og setja inn í einhver box og þú veist, við erum að hafa þetta svona hér, þetta er þetta, í staðinn fyrir að njóta. En þú varst að styðja boxið með því að segja að þú hefðir ekki vitað. Já, sko, þú veist, ég myndi allavega ekki þora að fara inn í umræðu, þú veist, ég myndi bara vera að skauta einhvers staðar á svelli sem að ég er, sko, mér finnst betra að hafa allavega einhverja þekkingu. Mér finnst, já, það þannig er yfirleitt en finnst að fólk eigi bara að láta vaða, sko, veist þú hvað þið finnst og... Já, ferðin á svo sýningu og Já, algjörlega, ég er mjög spennt og mér finnst þetta svo skemmtileg svona útlistun hjá þér, hún er bara koncept listaverk í sjálfu sér og það, þú veist, er ekkert samdóma álit annar heldur en Hlyns þá að þetta sé ekki hálist Já, margir eru nefnilega neikvæður út í þessu sýningu. Ég sá, það var einhver skoðanagrein á Vísi fyrir nokkrum vikum eða þú veist, hvort á Facebook-stöðu sem einhver svakalegu pistull. Já, ég held ég að sé það saman. Já, sem að enginn fekk borgað fyrir að skrifa þessa sýningu. En það sem er svo dásamlegt við hana sem listakonu er það að hún hefur náttúrulega þróast svo skemmtilega. Hún er alltaf að þróast og það finnst mér vera hún er ekkert að spá hvað okkur finnst ég þetta sé alveg sama hún er bara hún Nei, það er öllum, ég held að allir engum er sama listaverkin sín sko. Það er eins og það sé ekki sama sko börnin þín þannig að en það að hún er alltaf okkur hún er alltaf að koma við kaunina á okkur og það mjög það bara geggja. Ég þarf að fara að sjá sýningu. Það var fyrir þessa leið og svolítið trú því hvaða leiðan við tekið og mjög eðlilegt hún sé endin á listasafnum með þetta. Já, mér finnst það líka. En þetta kveikti samt í þessum gömlu glæðum umræðurum hátt og lágt og það var 1980 haldin þessi sýning High and Low í Museum of Modern Art í New York og þá er þessi umræða á fullu að myndlist eigi ekki að vera bara hvítar myndir og hvítum veggjum fyrir hvít fólk að drekka hvítvin. Nákvæmlega. Heldur að fara eitthvað víðar og svona og ég veit ekki. Ég finnst aldrei skilji hvað er svona merkelt við Andy Warhol. Já, hann er talandi um 85 mjög gott dæmi þetta. Já, ég var aldrei skilja það. Já, þarna er þetta að kveikja okkur. Nei, ég veit ekki hvað með þetta. Já, þetta er alveg sér umræða og þú ert nú útskrifaður Listaháskólanum. Þú hlýtur að hafa velt þessu mikið fyrir þér. Já, ég er útskrifaður úr Listaháskólanum og ég starfa alveg bullandi lágmenningu. Ég held að uppistand sé henn lægsta menning ef einhver er. Er það, myndirðu flokka þannig? Ert að grínast? Nei, þetta er alveg svona hierarkí ámenningar þá er svona skrýbó og uppistand það er alveg frekar langt en við sem förum út í þetta við erum alveg en er ekki Já, ég er stoltur lágmenningar er þetta ekki allt afstætt núna? Ég meina núna er bara allt önnur lögmál sem gilda það er svo hröð þróun og bara fullt af fólki að skapa list sem að er ekki að spyrja einhverja spekinga hvort það er með það eða ekki? Jú, það er frábært. Segðu hvernig það væri sem sagt út frá þínum fræðum. Ég meina, myndur ekki segja að það væri alls konar þróun í gangi út frá þinni menntun og pælingum?
Örugglega. Ég svo aftengdur, sko. Ég bara heima að mér. Ég er ekkert mikið að fara þaðan. Já. Fyrst skipt sem ég sé sólarljós í 3 mánuði. En vandamáli náttúrulega til dæmis eins og við erum ekki með neina, þú sem starfa við almennilega gagnrýni. Það það sem okkur vantar. Okkur vantar, þú veist, líka allt þá umræðu, sko, sem að ég sakna. Já, mér finnst gagnrýni á Íslandi vera rosalega... Finnst reyndar að sé bara, talandi þessa gagnrýni var það bara Hlynur Helgason bara frábær gagnrýnandi. Hann hérna dósent í listfræði í háskólanum. Sko, mér finnst gagnrýni sem að hann... Alveg rétti maðurinn í það og ég sé líka Vísir með þarna fína gagnrýni. Magnús Jónsson hefur alveg verið að bæta. Kvikmyndir og ýmislegt, sko. Bara menn er alveg að flyga hérna nokkru tónlist, Jónas Sen alltaf bara snillingur. Já, ég tek sammála. Síðasti vetur er búin að vera svolítið skemmtilegur. Og ég vona Hlynur bara þetta veki bara athygli og hann það skapar umræða að einhver setji fram skoðun, það býður okkur upp á samtalið það, sko, þannig að það er þakklátt. En síðan, sko, því þú veist að tala hvað þetta er lítill heimur inn á Íslandi, það var gagnrýnandi á RÚV sem að fjallaði með neikvæðum hætti sýningu á Stóra Sviðinu í Þjóðleikhúsinu fyrir 3 eða 4 árum og síðan fara hann símtal frá aðaleikaranum og bara eitthvað, hvað er að því? Af hverju þetta ráðast svona á mig? Og þú veist, þeir tveir eru engir samtímamenn, eða þú veist, það eru svolítið aldursmunur á þeim, skilurðu, þannig að það er ekki eins og þetta sé einhver gömul kergja eins og mér finnst nú líka stundum, ég tel mig stundum greina í sviðslistagagnrýni, einhver gömul bekkjasystkini eða svona gamall óvinskapur sem gamlir kærastar og kærustur og síðan allt en Vísir er búin að standa sig mjög vel þennan veturinn en svona í gegnum 10 undanfarin ár hefur mér þótt bara þú veist, allt fá 5 stjörnur Þetta minnir mig svolítið á umræði í fótboltan en þú veist, það er einhverjum svona spekingar að fjalla fótbolta og svo eru viðtölu leikmenn og þjálfara og þeir bara þetta var nú ósanngjarn gagnrýni sem var fjallað í síðasta þætti hérna og þú veist og þetta er sama umræðan á listheiminum finnst mér sko það er hérna, þetta er þeir þykjast veita þetta spekingarnir hérna en við erum hérna út á velli og við erum að gera okkar og þetta er ótrúlega fyndið Sérfræðingarnir á sunnan og þetta er alls þar Þetta er allt persónulegt á endanum Eigum við að fara, viljið þið aðeins orða með mér þessa umræðum kirkingar, bara út af því að það er svo óþægilegt umræðumni, bara svona rétt aðeins að augra okkur. Hafið þið heyrt þá umræðu, að unga fólkið telji að kirkingar séu hluta kynlífi og að það sé alvarlegt mál og þurfi að uppfræða þau Að það sé bara nauðsynlegur hluti Já, nauðsynlegur hluti af kynlífi. Og hvað svo ég að einhver aldurshópur ungra kvenna hafði allar lent í kirkingu og svo ég held að það veri Bjarkarhlíð að stíga mót að tala um það bara hræðilegt. Já. Þetta er náttúrulega því að hérna kem ég nú sem sagt að reynslu minn úr pólitíkinu þar sem ég var formaður skóla og frístundaráðs og ykkar reynslu sem hérna að gefa út efni sem sagt hérna kynfræðslu. Vandamáli liggur í klámneyslu og það er sem sagt þau eru alltaf sem sagt yngri og yngri og það sem ég hef alltaf sagt sko við verðum að segja strákunum okkar að eftir því sem þeir neita meira kláms þeir minna geta þeir tengst konum og þeir ná honum ekki eins og upp með venjulegum konum bara svo það bara þarf að tala við íslensku þú veist að þeir missa hæfnina til þess að stunda kynlíf með konu af sem sagt hérna hold og blóði og hérna og ég kallaði sem sagt að því ég á sem strák sem er 18 ára og fyrir þegar ég var að lesa þessar rannsókn þegar ég var að lesa þetta við vorum að fara yfir og ég aldrei sko í allri umræðinu í bara sama hvað snýri að skólakerfinu þá var hitinn mestur í sambandi við kynfræðsluna og hringingar sko ég fekk símtöl frá foreldurum sem voru bara brjálaðir af því að þeir trúðu því einhvern veginn að ef að maður kennir hérna ef maður nefnir ekki við börn það sem að hérna snýra kynlífi að þá muni það einhvern veginn ekki fatta það. Já, og það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að þetta gerist ef að það er ekki tala bara hreinskilni við hérna og sérstaklega þegar klámið er eina sem að og við náðum einu upplýsingarna sem er í boði og við náðum árangri og hérna ekki ég heldur sem sagt hérna frábær verkefnastýra fyrir hérna jafnréttisskóla í Reykjavík sem að var bara farið í átakum að sko upplýsa
hvað gerist þegar þú ert að neyta mikils kláms og klám áhorf fór niður en sem sagt þar liggur gallinn, þar liggur að mínu mati vandinn og við verðum þá að setjast niður og við erum alltaf að við þurfum bara að fara niður í sem sagt tiltölulega ung börn þar sem við förum yfir hvað er þú veist hvað er það sem að kynlíf gengur út á sko og kynlíf gengur ekki út á framsetningu á einhverjum aðferðum sem að sýndir í klámi, þannig að það er verið að ganga bara alltaf langt sem að er yfirleitt svona svolítið langt í burtu frá því sem fólk finnst gott og nándir eitthvað sem gerist ekki endilega í klámi sko. Sko ég geti haft kolront fyrir mér með þetta en ég man ekki eftir því sko þegar ég var táningur og þú veist það var áður en allir voru með klámtölvu í vasanum að það hafi mikið verið sett út á kynfræðslu, eða þú veist, en mér finnst eins og kannski á síðustu hálfa áratugunum þá allt í einu kemur einhver svona bandarist viðhorf til Íslands þar sem að þú veist, það er verið að menga börn með að tala við þau kynlíf eða hvað það er. Þið getur leiðrætt með, þið voru náttúrulega... Já, ég meina það er náttúrulega líka mikið, sko, þetta kom upp í sambandi við transumræðu, í sambandi umræðu á sem sagt sem sagt kynhneigðum og svo framvegis að þá einhvern veginn komið mikil umræðum það bara mætti hreinlega ekki segja og upplýsa og uppfræða börn þessa þætti því það hefði einhvern veginn áhrif á kynvitund þeirra sem er alltaf eins langt í burtu frá því sem að við vitum að gerist þannig að það var bakslagið er í rauninni þú veist að þú eigir bara ekki að tala þetta og svo varð miskilningu þess að auðvitað þurfa börn sko í leikskóla að fá einhvers konar fræðslu vitund líkamann og þá var farið að nýta í það þannig að ég er alveg svakalega eins og þið heyrið. Mér er bara mikið niðri fyrir það. Við eigum bara að byrja að tala kynlíf við börn þá því að þau eru 2 ára. Það er bara, ég lita á þessu hlutur mitt sem móðir og ég geri það núna sem amma bara. Þetta er engarstaðar við, það má enginn koma við. Það skilur bara að byrja þar sko. Og svo bara ferðu upp í hvað er það sem skiptir máli. Já, svo er það bara nánd og tilfinningar og virðing og endumþykja og það er náttúrulega grunnurinn og ekki stellingar eða tækni eða það er bara stærstu hluti símtalana sem kom inn á Stígamót sem að það var opnu lína fyrir voru ungar konur sem föttuðu eftir að þeim bara fannst ekki gott til að ríða sér að sinni eða bara svo í tala íslensku sko eða fara kirkingataka eitthvað, það er bara of ungar og það er bara, koma bara og eru bara miður sín þannig að það er hægt að koma í veg fyrir slíkt með því að vera bara búið að fræða. Og ég man eftir því það var í einhverju kynfræðslubók þar sem að einhverjir svoleiðis mistu sig yfir að það var með talað endaþarmsmök eða einhvern kynferðislegan endaþarmsleik og eitthvað svona, akkur er verið að sýna 10 ára gamla barninu mínu þetta því að það búið að sjá þetta í 2 ár þegar þú ert ekki heima eða í snjallsímanum sínum, þú veist ef að, þú veist á meðan við getum ekki útiloka klám sem að þá verður við að vera hægt að tala basically allt sem er gert í því, eða ekki? Að skapa umræðu grundvöll fyrir allt í svona öruggu rými kannski. Já. En líka eins og Einar segir að leggja meira áherslu á kannski þið vitið þessa nándarþætti og tengsl og þá færni sem að við erum nú alltaf að verða hæfari í því. Já, mér finnst þessi umræða svolítið ruglingsleg sko. Hvort á að tala meira þetta eða minna þetta. Það er fram og tilbaka svolítið. Við gerum þessa bók ég man ekki hvort hún fékk eitthvað bakslag eða svona hvort hún var umdeild. Hún var alveg umdeild. Var hún umdeild? Já. Ég frétti aldrei neitt sko. Nei, það var allavega sumir kennurum þótti erfitt að vinna með þetta. Það voru ofbersugul þá eða eitthvað svoleiðis. Já, þetta var á þeim tíma þar sem það var bara verið að segja píka í fyrsta skipti. Við vorum bara þar sko. Það var svona, ég meina það var og það sem var sérstaklega kannski við þessa bók er að það eru myndir af píkum og tippum og eitthvað svona og svo var náttúrulega aðaláherslan á þessa tilfinningarlegu þætti, þetta var svona hvað finnst þér og hvað vilt þú og hver er ég og mjög mikil svoleiðis áhersla og ótrúlega flottar tippateikningar frá þér. Já, takk fyrir það.
Já. En ég man eftir að gamla góða bókin sem ég man ekki að alltaf tala um einhverja blaðsíðu. 62. 62. Og ég veit sem að mýla. Og hún var umdelt þessi blaðsíða. Já, ég veit það. Ég veit ekki hvort ég mætti ekki hana tíma, ég man ekkert eftir að kenta þetta. Kennarinn hefur löpið yfir hann. Það er hljóðförlega bara yfir það. Ég man eins og eftir að eignaðist frænka mín eignaðist barn þegar hún var 13-14 ára sko. Já. Og þá var nú í fjölskyldinu svolítið ættingjarnir að kenna þessari blaðsíðu sko. Og þau hefðu bara lesað þetta í tíma og ákveða að sannræna hvað það var í gangi. Það er lært til í þarna bara. Ég held að við stundum heldur ekki að vannmeta bara náttúruna svona yfirleitt hjá fólki. Þú veist að þetta er ekki það flókið svona mörguleiti og fólk finnur út úr þessu. Það er ekki alltaf kannski að tala um allt svona Þarna í gamla daga? Nei, bara núna. Það er allir svo óttaslegni líka í þessari umræðu við mér, sko. Já. Og ég held að krakkarnir finnur svolítið út úr þessu. Treystiðum alveg til þess. Já. Ég veit ekki með þessar kyrkingar, sko. Það var ekkert í bókinni okkar kyrkingar. Nei, við kenndum þetta ekki, sko. Nei, og einmitt þegar þessi bók var í vinnslu þá var mikil áhersla á að við þyrftum að gefa kost á allri umræðu og hún er nú ætluð unglingastígi, sko. Þannig að þetta voru nú engin krakkar sem voru að fá þetta efni. En einmitt sem mótvægi við bæði svona ástarmyndir, einhver og alls konar, þið veitir, bíómyndir og það sem að fjölmenningin færir okkur, sko, að það væri ástæða til að gefa kost á þessari umræðu í svona öruggu umhverfi. En sko þau eru bara svo geggjuð sjálf, þau eru bara að kalla eftir þessu og það er bara ungmennaráð, Reykjavíkurborgar hafa bara ár eftir ár segja þau bara við viljum meiri kynfræðslu, við viljum meiri kynfræðslu, við viljum, þú veist, og annars segja þau líka við viljum meira fjármálalæsi sem ég er mjög sammálaðið þú veist, ég minna við hugsaum það. Það eru svona 3 þættir sem skipta rosalega miklu máli upp á það hvernig okkur vegnar í lífinu, bara svona almennt séð. Fyrsta lagi bara hvernig okkur tekst að tengjast fólki og við kennum það ekkert voðalega mikið, en það getum við svo sem að fara í hvað hvort það er hægt að kenna því. Öðru lagi hvernig okkur tekst að fara með peninga, kennum það ekki. Og sem sagt í þriðja lagi svona hvernig okkur tekst að hafa stjórn á okkar eigin tilfinningum og þetta er ekki eitthvað sem við leggjum miklu áherslu á í grunnskóla. Þannig að þau eru alltaf að benda okkur á það, sko. Já, en þetta er samt hluta námskrá, þú veist, lífsleiknin og farsældar áherslan hefur verið í ákveðnum sviðum, sko, en við erum ekki með fjármálalæsið per se. Nei. Síðan er aðalnámskrá, eins og ég skil það, er þetta ekki svolítið gallað fyrir bara til þetta til að það er náttúrulega sveitafélagana að útfæra hvernig unnið er úr aðalnámskrá þótt að hún sé sett og þú veist, mér lá bara svona einstaklings, altså skóla hver skóla basis. Já, skólarnir gera skólanámskrá og svona, en eru að reyna að uppfylla þessar kröfur, sko. Já. En ég heyrði einhvern svo góða tilvitnun fyrir kannski svona hálfu ári í bandarískan kynjafræðing sem ég man að sjálfsögðu ekki hvað heitir, en var að ef að eitthvað á þá leið að ef að hún þyrfti að gera karlmönnum mesta óleik sem mögulegt er, þá væri það að gelda þá með því að gefa þeim aðgang að gelda þá með að gefa þeim frá unga aldri sólarhrings aðgang að stafrænu kynlífi og þú veist bara strákar hef ég heyrt bara niður í 18 ára er að nota þú veist stinningalyf og annað bara því að þeir eru bara að skoða klám á hverjum degi kannski frá því að þeir eru 10 ára, 8 ára. Vá. Þetta er athyglisvert. Já. Er sem sagt, og líka mér þessi nálgun eða afstæða það er eitthvað öðru sem nálgun eða sagt þú ert að fara að tapa ef að þú ert að nota þetta efni. Þetta eru menn að þú veist, auðvitað konur og kvár líka en ég ætla að gefa mér það að kallmenn séu mestu neytendur kláms. Auðvitað eru þeir þú veist, bara dópamín er að fyrir fokk. Nógu slæmt er það þegar maður er bara að skrolla TikTok eða Facebook eða eitthvað en þú veist, þegar þú ert að virka einhverjar heilastöðar sem að þú veist, aftur og kannski oft á dag og runga þær skilurðu fá eitthvað dópamín kick og síðan þú veist, dópamín fórum klárast bara. Þess vegna getur ekki, þú veist, þú kannt ekki og getur ekki með svona konur að holda blóðu, þú bara næðum ekki upp, þetta er ekki flókið. Man eftir einhverjum umræðu á Twitter fyrir nokkrum árum áður en að nasistarnir tóku yfir að sem að voru, þú veist, ungar konur að tala bara, þú veist, að kærastinn þeirra
gæti ekki sofið nema að vera með klám í gangi. Hvað sér? Já. Þú veist, ungar konur, skilur, bara, og stelpur. Sick. Þetta stór mál og þetta kannski tengist þessu sem verður alltaf á endanum umræðan, sko. Erum við eitthvað komin út af brautinni með tengsl og samskipti og þetta mannlega? Þú veist, þessi tækni að taka eitthvað frá okkur? Það er svolítið auðvelt að setja heima eins og norski þátturinn hérna. Hvað heitir þátturinn hérna? Það var satt heima og hann var svo ósáttur út í heiminn. Ótrúlegur svakalega góður þáttur og þetta er svo auðvelt val að sitja heima í sófanum, þú veist, og gera bara, fara út í svona nauðsynlegasta. Svo það bara töluleikir og klám og sjónvarpið og eitthvað. Og samskiptamiðlar og AI kærasta og... Þú veist, þetta og kannski ágerist þetta bara með tímanum. Fólk verður félagsfælið og hérna, þú veist, maður hefur svo sem séð svona eitthvað svipa að gerast í umhverfi sínu en kannski ekki svona náttúrulega svæsið en þetta er stór hættulegt í nútímanum. Er það ekki rétt menna hjá mér að það er síst ækkandi hópur ungmenna sem að dettur út úr skóla, dettur út úr vinnu, verða öryrkjar ekki af einhverju, þú veist, andlegri eða líkamlegri veiki heldur bara af einmanaleika og tengslarofi? Já, við fjallum, sko, kannski leiðilt á svona fallegum föstudegi, en við fjöllum alltaf lítið það að ungir strákar eiga í rauninni bara mjög bátt innan gæsalappa. Það er bara fleiri og fleiri og hér á Íslandi sem að bara detta út, þeir bara detta á milli starfs og báru, stress og bryggjubyggju. Það er stækkandi hópur sem fer ekki í framhaldsskóla og þeir sjá ekki tilganginn í því. Þeir eru líka orðnir einangraðir og þeir fá sig jafnvel ekki vinnu. Við erum með stærri hópa sem er farin á örorkubætur sem eru ungir kallmenn heldur en það er sá hópur sem við stækka mest á undanfarnum árum. Þannig að þetta er eitthvað sem við ættum að leggja mikið í. En við vitum, og ég meina við þurfum ekki annað heldur en að bara horfa í eigin barm, hvenær eru þið að skrolla? Menni maður bara að skrolla þegar manni leiðist, eða maður er ógeðslega þreyttur, eða maður er stressaður eða eitthvað og maður þarf ekkert rosalega langan tíma til þess að verða bara þunglindur eftir smá tíma, maður er bara FOMO út í eitt og bara, hér er ég bara og allir eru í gönguferð með Einari og ég sitt hérna í sófanum búin að borða fullt af sælgæti og þarna er allt þetta heilbrigða fólk og svo skrolla, skiljiði, þú veist, við finnum þetta mjög fljótt á eigin skinni og við, þú veist, rannsóknirnar bara staðfesta bara aftur og aftur og aftur að ef fólk takmarkar ekki tíma sinn þannig að þá lendum við bara í vandræðum. Þannig að þess vegna barðist ég mjög fyrir símabanni. Já. Mér tókst það ekki, en núna er það komið, Já, víðast hvað. Þannig að vegna þess að við eigum bara að líta á þetta og það verður bara að líta á þetta eins og sígarettureykingar. Ég reykti í gamla daga og maður bara fór út þegar maður var í grunnskóla og það var bara reykingahópn eftir þessum reykingar minka og þú veist, ég reykti líka og krakkar að missa miklu meira með að byrja að reykja og vera í símanum. Það er miklu meira næs að reykja. Og fallum reykingahópnum, fréttir allt. Já, ekki þetta símabann bara að leggjast vel í flesta. Flestir skilja það að við vorum ekki að taka heimasíman með okkur í skólastofuna. Það er bara alltaf fáránlegt, eða eitthvað. Það er svona áreiti og flestir eru bara fegnir að komast undan áreitinu. Er það þannig í milliskólanum að þið eru með símabann? Nei, við finnst þau svolítið að vera á negatífinu núna. Já. Ég finnst að ég var í negatífu hverju við byrjuðum í dag, En ég hef trú á ungu fólki bara í dag og ég held að þetta snúist svolítið sjálfsmynd þeirra líka. Við erum kannski alltaf að ala á eitthvað svona neikvæðri sjálfsmynd og það sem ég með til dæmis þetta unga fólk í teikningu og þá vil ég að þau sjá þessi fyrst og fremst sem teiknara. Þau sést meira bara það sem þú gerir að látið það svolítið skilgreina þig og reyna að hafa svolítið gaman að því svona að gera. Reyna að gera þetta nám svolítið skemmtilegt
Og þá fæ ég bara fólk borð. Það verður kannski leiðilegra að vera alltaf að skrolla eða bara svolítið gaman í náminu. Já, góði punktur. Og ég held að skólar eftir að þróast svolítið meira í þessa átt núna þegar... Ertu með börn? Bara ég verð að spyrja. Nei, ég með eftir háskólaaldri, sko. Já, eftir við erum að tala aðgang, sko, alls konar glæpasamtaka að börnum, sem sagt, og þá er komið eitthvað annað heldur. Ertu með börn, meinar að ég eigi börn? Nei, ég meina bara að kenna. Ég átti við grunnskólanum. Já, en veist, þetta er samt alveg, þetta er ungt fólk, þetta er frá 19 ára kannski upp í 24 ára. Já, en mér finnst að ég verið símbönd til 16. Og þegar þessum aldri ég finnst ekki þetta æskilegt að einhver sé að horfa á Simpsons meðan hann að teikna, veist, ég alveg sé það, sko. En þá getur maður átt þetta, svo maður lærið með lífskennslufræðinni, þetta létta svona bara samtal sem gerir frekar lítið úr því. Þannig að þið líði kannski ekkert svo vel með það, sko. En ekkert að taka þetta að banna þetta. Nei, það er sko munur á börnum, það er bara það sem ég meinti. Ég er alveg hlindur því að krakkar sé ekkert með farsíman í grunnskóla, sko. Og það er kannski sá aldur sem við þurfum kannski passa best upp á þessi hálfsagt, svona þessi mótunaldur og frá svona að fara á unglingsaldurinn og síðan á unglingsaldurinnum. En við hins vegar erum að díla við það á þessum aldri eftir menntaskóla að það eru margir að kljást við svona þá sjálfsmynd að þeir séu að díla við svona geðsjúkdóma og þeir eru staddur í og sér þið kannski fyrst og fremst sem gallana þína eða þannig, þess áskorunina þína frekar en að sjá þið sem eitthvað sem þú getur gert, þannig að við þurfum kannski svona að ýta undir það, þetta sé ekki alltaf að vera að tala um neikvæðu hlutina, heldur bara að fara að tala meira þetta jákvæða, hrósa meira og gefa þeim flugbrautina bara og nú eru skólarnir að þróast þannig að þetta þarf ekki að vera í skóla til að læra að fá allar þessu upplýsingar sem þetta gekk meira og minna út á áður og nú þarf þetta bara að vera, er þetta kannski svona meira samkomustaður sem er að bara þroska sjálfa því einhvern veginn með þetta viðfangsefni sem í samskiptum, mjög mikið. Það er með öðru fólki, þetta fjarnám býður ekki upp á það. Kannski. Og það er samvinna og það er alls konar sem gerist í þannig, sko. Þessu námi. Og hvetja þau til þess að tala saman og allt þetta líka, sko. En maður hefur engar ágjörð þeim sem eru hjá þér. Ég hef ágjörð þeim sem eru heima. Og þeir sem detta á milli. Þannig að bara svo það sé sagt. Þannig að við mögum bara ekki gleyma því að það er samfélagsins að takast á við þá sem að detta út og við hugsið ykkur þvílíkt sko hver skipti sem ykkur dettur út í virkni þá erum við að missa af einhverju einstöku sem að þessi einstaklingur hefur fram að færa. Þannig að bara leið og við getum komið viðkomandi í virkni með einum og öðrum hætti þá erum við sem samfélag alltaf að græða sko. Já, algjörlega. Eitthvað sem við getum gert, ég er alltaf að hugsa um það, maður fær alltaf þessa tilfinningu, hvað er þetta að gera? Anna, þú segir höfum bara bjóðum upp á fleira sem er skemmtilegt. Mér finnst það frekar jákvætt líka, að það sé þá alls konar skemmtilegt í boði, að það sé gaman í skólanum og meira gaman heldur en kannski í þessari dópamínvímu fyrir framan síman. En lækka líka þröskuldarna, eða segja stundum er ekki bara unga fólki, það er bara fólk á öllum aldri sem getur verið þunglynd eða fundist að bara lendir í öldudal kannski eða er á milli starfa eða hefur verið veikt eða eitthvað að stundum þarf maður að segja ok, þá þarf að lækka þröskuldina aðeins gagnvart sigurunum í lífinu þannig að ég man eftir því að mamma hætti að vinna þá var hún svona á leið bara og ég var að segja farðu út að ganga, það er málið en ég vissi alveg að hún hefur aldrei gengið á ævinni, þannig að ég sagði henni bara farðu bara í fötin, út í fötin farðu út fyrir þröskuldin og lokaðu eftir þér andaðu að þér ferska loftinu og svona, þá ertu bara komið með þetta, þá ertu búin að vinna sigurinn svo kannski ef þú gengur nokkuð skref þá er það bara bónus en stundum þarf að fólk þarf að búa sér til viðmið ekki eins og einhver í næsta húsi sem er alveg bara brjálæður að ná einhverjum markmiðum og að leyfa sér að vera sigurvegari í sínu lífi
Mér finnst það að vera svo mikilvægt. Já, sammála. Ertu ekki alltaf að sjá fólk umbreytast í þínu klúbb, gönguklúbbnum? Jú, það er bara mjög algengt. En það er líka sömur sem að missa móðinn, sko. Það voru að reyna að fá þá aftur stað, þú veist, það er stundum þannig. Og gerirðu það? Ertu að styðja fólk? Já, þú veist, ég reyni að munna, þetta er margir, sko, ég reyni að senda kannski kveðju eða eitthvað, ég hef ekki séð þig svolítið tíma, er allt í lagi eða eitthvað, þú veist. En ég man ekki eftir öllum, en ég reyni svona að sérstaklega verið í náminu, þá var margt að gerast. En þú veist, stundum þarf ekkert mikið, bara til þess að fá fólk aðeins og ekki, það þarf ekki að fara upp á sína, bara út fyrir þröskuldin og dyrnar. Mér finnst það geggjað, sko. Eru þið til að ræða hvað veitir ykkur gleði eða, þú veist, og hvað þið eru að fara að gera til dæmis í sumarfríinu? Er það svona hvetjandi jákvætt umræðefni? Halldór, viltu byrja? Ég skrepp með konu minni og 9 ára dóttur við fyrir til Hollands í eina viku. Já. Bara að fara á ströndinni í Haag. Sónu minn er býr í Haag. Já. Að vera þar bara. Hvernig er hitastigið þar? Ég veit ekki, það er 35 núna. Það er örugglega rigning þegar við förum. Þú veit, þetta er bara svona. Ég er ekkert mikill svona ferðalega kall, sko. Ef ég fer í ferðalega finnst mér bara fínt að fara á sólaströnd og get ég verið með teikniblokkina bara og teikna fólk og já, gerir það. Sko. Fólki sem er í sólbæði. Já, það er allir bara að stimpla sig allir út bara og tekur þetta inn einu og það er eitthvað svo fallegt við að vera á svona, ég var með vissa fordóma á einhverju tímabili, ég veit að Einar er ekkert að fara í svona ferðalega, hann er bara allar að labba hann og nöttin fyrst, en við fórum á svona inclusive, eitthvað hótel og svona Tenerife og eins og allir og svo þetta er bara lífið, þjóna út allt. Maður bara veifar armbandinu, lappar í sundlaugina og svona, þetta er ákveðin lúxus bara og maður á að kunna meta svona lúxus og skilja hvað er gott að venjuleg manneski að það geti lífað eins og kóngur og, þú veist. Ég hef alveg prófað svona, sko. Hefur prófað? Kannski ekki marga daga, en... Nei, það hjálpar alveg að hafa þá eitthvað eins og teikniblokk eða eitthvað þannig til þess að ég myndi fyllast eirðarleysi, ég myndi bara stara upp í himinin, sko. Útskýrðu hvað þú gerir við myndir sem þú ert svona rissa, er það... Ég fylli bara svona skissubækur. Já, þú gerir það, en þetta er ennþá hobby. Er þetta svona dagbók? Já, fyrir mér er sko, bara ég teikna mjög realist, eða svona tiltölulega realist þegar að teikna bara svona í skissubókina, teikna það sem ég sé bara á reyna. Ég vil ekki þurfa svo þreytandi að þurfa að vera fyndin til dæmis. Þú veist, það verður vinnamanns að fá hugmyndir eða eitthvað þannig. Það er skapandi og ofsalega þreytandi. Þannig að þú ert að bara stimplaði út úr því og fer bara í svona grúfið að bara láta blýjantinn tala, sko. Það er svo skemmtilegt. Og ég myndi vilja að sem flesti gerðu þetta. Þetta er svo gott hobby líka. Alveg svo að ganga. Þetta er svo bara að ganga þess að, sko. Bara verður hérna í þessu. Næsta skrif og eitthvað fallegt gerist á leiðinni. Er þetta aðstæður það sem að þú sér fyrir þér svona mestu ánægin og svona það sem þú myndir velja þegar þú hefur... Ég fyrir ekki, sko, fyrir svona einfalt líf þannig. Ég get alveg lifað í 101 svona eftir æfina, sko, þess vegna, sko. Bara að fara út, hitta eitthvað fólk og hafa en kaffibolla og eitthvað þannig, sko. Já. Við erum kannski líka alltaf með svo mikla væntinga til lífsins sem að allt eru svo ógnar skemmtilegt. Ég veit að allir ósammála mér segja þetta, sko. Alls ekki. Já, svona í reyndinni, sko. Þannig að fólk ferðaðist ekkert árum áður. Núna eru við alltaf, eftir að gera þetta, eftir að fara þarna, eftir að sjá þetta, allir eftir að... Þannig að ég er ekki að tala niður þessu gönguferðir, sko. Það er frábæra, sko. En þú ert kannski að vísa í því að sumir eru alltaf skipuleggi ferðir. Þú veist, það eru mjög margir, sérstaklega okkar aldri, sem hafa orðið svigrúm og pening til þess að ferðast mikið og þá er mjög mikið verið að skipuleggi ferðir og tala um ferðir og... Láta þessi dreymið það er og... Já. Og þetta bara fólk mismunandi og mismunandi áhugamál. Mér finnst þetta alveg oftast gaman bara þar sem ég er, sko. Ég finnst þetta skipulega eins og er alltaf svolítið stressandi. Já. Það þurfa að vera að bíða eftir eitthvað gerist og fyrir Þú ert nú að lýsa þig og þú ert bara að njóta þín í lífinu þínu eins og það er. Þú þurfir ekki að fara mikið.
Mér finnst Nei, erfiðast það við er þessa ekki. umræðu þegar menn eru að plana og skipuleggja þegar einhver segir, nei, ég er búinn með það. Ég er búinn Nei, með það. ég get ekki, ég er búinn með það. Ég þarf að gera eitthvað Já, annað. það er alltaf að merkja Já. við, bara búið að merkja við Já, það. búinn að merkja við það, búinn að fara þennan stað, búinn að gera þetta, þá er það bara Og maður sér, þetta er búið það sem eftir svolítið er. ferðamennir í bæ, maður sér að þeir eru svona merkja við því að þetta er Hallgrímskirkju, Já. Turn X, búin að sjá það. Ég fór í ferðalag með vinkonum minni fyrir nokkur árum sem ég þurfa eitthvað að ferðast aftur með. Við vorum að fara til nokkur landa og hún var alltaf bara eitthvað, herri, við þurfum að fara á Karlsbrúna, gengum að Karlsbrúni. Já, og tók mig. Næsta! Þetta var alveg í kastala. Og svo lífið sér ratleikur. Já, reyndar ef ég hefði hugsað mynd sem ratleik, þá hefði ég kannski notið mín betur við þetta. Já. En þú, Árelía, hvað gerir þú? Já, sko, ég ætla að byrja að segja að ég sko mikið sammála haldar að því leiti til að ég er með litla bók sem að liggur núna á borðinu mér sem heitir, hvað heitir hún aftur, sem sagt, í snarþýðingu myndi hún segja, manifesto fyrir það að vera meðalmanneskja og ég er rosalega mikið í því núna að vera bara meðalmanneskja. Ég meina einmitt og allt þetta þurfa að sigrast eitthvað, eða gera allt sem allir að gera. Það er bara ákveðið fangelsi. Ég er búin að nýta hluti af sumarfríinu mínu með því að vera í fóti Bandaríkjanna að hjálpa elstu dóttur minni og að flytja heim með barnabörnin svo að þau geti búið hliðin á mér svo ég geti notið þeirra. Þannig að ég er að skrifa og ég fæ bara það sama út úr því að sitja við skriftir, þannig að ég sitja við skriftir og svo bara, góður dagur í mínu lífi er jafnvel þegar það er rigning svo ég hafi ekki samvinskupið yfir því að vera ekki úti og ég sit og skrifa og gleymi mér og klukkan er allt í einu bara orðin rosalega margt og þá reyni ég nú að hreyfa mig, sem sagt, og það pluss það að hitta skemmtilega vini og fjölskyldu. Þetta er nú bara það dásamlegasti fjársjóður sem getur. Svo langar mig líka að fara svona í styttri ferði hér innanlands. Ég helst ferðast ekki erlendis á miðju sumri og við vorum ekki búin að ræða loftslagsmálin en það náttúrulega bara orðið þannig að ég get ekki hugsað mér að vera í þessum hita. Þetta er bara, mér finnst það mjög óþægilegt. Það er komið yfir 30 þá bara, þá þarf ég bara að loka mig inni. Þannig að þannig ég fer sem sagt á haustin eða vorin ef ég er að fara eða yfir vetratíman erlendis. En ég elska, bara að hafa frelsið og núna þegar ég er nýkomin úr pólitík sem var rosalega mikið af fundum og rosalega mikið af svona skildum og maður þarf að svara á öllum tölvupóstum að þá líður mér bara svona eins og bara ég er eins og ég veit ekki hvort þið hafið upplifað þegar kýr fara út að vorri eftir veturinn að þær skvetta til frelsisupplifun. Já, ég er svolítið þannig ég bara ég er að eina sem sagt átakið þetta er sem sagt að mér ég elska þessar sumar kvöld og sumar nætur og ég svona reyna að finna leiðir til þess að því óneitanlega á kvöldin, þá er ég bara farin að vera svolítið svona, já, nú nenni ég ekki meira, nú ætlum ég bara að lesa hérna góða bók eða eitthvað líka, þannig nú er ég svona að íta mér þangað. En að öðru leyti bara elska ég meðalmennskuna, bara alveg allan daginn og ég þarf ekki neitt meira, Og það meðalmennska í þessu samhengi, hvað er það sem þú þarft helst að breyta? Ég bara skipta út þeirri hugmynda að við þurfum einhvern veginn að ná einhverju, það gera bara það sem gefur manni gleði, utan alltaf vil ég gjarnan standa mig sem kennari sem dæmi og svo framvegis og ef ég sendi frá mig bók eða sendi frá mig, en ég þarf ekki að fara í topp eitthvað, að vera topp, ég þarf ekki að vera í hálist eða hvað það nú heitir allt saman, það þarf ekki að vera, vegna þess að ég fæ mitt kikk út úr því að skrifa söguna og þegar hún bara kemst og ef einhver einn segir eitthvað sem að það hafði áhrif þá er þetta komið, en egóið er bara, er ég ekki örugglega á metsölulistanum, er ekki skilurðu, það er egóið. Þannig ég er svolítið bara svona, ég er að takast á við egóið mitt og segja bara, heyrðu fyrirgefðu, ég ætla bara að vera meðalmanneskja og ég þarf ekkert á því að halda að vera eitthvað að slá eitthvað með, bara alls ekki. Frábært. Ekki að vera meðalmanneskja. Gott input, en þú Einar, hvaða þarfir eru framöndan? Það eru margar. Ég var að reyta hár mitt í morgun, yfir veðurspánni á morgun. Í morgun var ég að reyta hár mitt yfir, ég bara gafst upp og færði gönguna á sunnudag. Og það er betra að vera þá og þægilegra. Og svo er ég að fara beint, við erum að fara upp í Borgarfjörð og keyri beint þaðan norður á Strandir og mánudagsmorgun er að bátur í Reykjafjörð nyrðri. Og svo gengi til byggða aftur, tilbaka. Wow. Meðal annars Drangaskór, þetta er alveg gríðarlega fallegt svæði. Ertu að fara með hóp? Já, allt á bakinu.
Þú tekur þér ekkert sumarfrí þá? Þú ert Nei. bara í þessu öll sumur? Það er svona minnst af göngum í desember. Þá er ég svona að gera eitthvað. Já, tekur þú þér smá frí. En svo bara eru ferðir, þú veist, flestir vilja fara í júlí, það er bara tíminn og þá eru ferðir alveg í Lónsöræði og hérna, Hornstrandir og Fjallabak og svona, þannig að ég er ekkert heima á mér í þeim mánuði og hérna, svo er, þetta er framöndan sem er alveg yndislegt, sko. Þú fer stundum einn bara í svona ævintýri, er það ekki? Svona landkönnuður ævintýri. Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á svona gömlum leiðum. Þjóðleiðum, er það ekki verkefnið í þjóðfræðinni? Jú, ég var bara að rannsaka það sérstaklega. Ég fór í þjóðfræði til að dýpka þekkinguna á öllu tengslu við gamla leiðir. Og hérna... Hverju komstu að? Það er bara allt innu, kemur svona kenningaheimur, þar sem að maður sér þetta í nýju samhengi og getur farið að bera saman við önnur lönd og þú veist, og það eru margir fræðimenn búin að vera að skoða þetta sem ég vissi ekki af. Ég er bara búin að vera að skoða íslenska þjóðleiðir bara svona. Já. Og þá allt í einu fer maður að sjá þetta út frá öðru og skoða til dæmis hvers konar umferð var þessar gömlu leiðir. Hvað gerðist þegar bíllinn var að koma, þegar vélvæðingin var að koma? Voru gömlu leiðirnar ekkert notaðar lengur eða hvað? Þessi skil er til dæmis að fjalla í lokaverkefninu. Þú veist, hvað bara lögðust það niður bara einni nóttu? Nei, ekki alveg en næstu því. En segðu mér aðeins, þjóðleið er það sem var gengið og farið á hestum áður fyrr? Já, það er rauninni bara, ég skoða bara allar samgönguleiðir áður en bíllinn kom. Já. Þú veist, það er bara á milli bæja, milli dala og milli landsluta og sumar eru kallaða þjóðleiðir, sko. Já. Og aðrar svona bæjarleiðir eða í sel eða þess áttar. En mér finnst þetta allt vera bara gamla leiðir. Er ekki líka póstleiðir? Jú, sko pósturinn fór bara eftir gömlu leiðunum og að því að pósturinn fór oftast þá að fara að kalla þær póstleiðir. Þú veist, það voru ekki nýja leiðir, þetta voru bara gömlu leiðirnar sem pósturinn notaði. En voru þetta góðar leiðir? Ég meina, hefði fólk ef það hefði haft einhvers konar gerfinhött eða kort hefði geta valið betri leiðir? Komst það einhverju svoleiðis? Þetta eru leiðir sem þróuðust bara svolítið eins og mataruppskriftir. Þetta er bara uppsöfnur reynsla kynslóðana og það færðust til. Svo stundum voru sumarleiðir og vetrarleiðir, kannski smá bil á milli þeirra. Þetta er bara skynsemi. Og þurfti ekki að huga því að það væri bæir, þannig að þú getið stoppað og fengið gistingu eða mat eða eitthvað svoleiðis? Jú, það var reynd en það var ekkert hægt, til dæmis ef menn fóru gamla Kjalveginn eða Sprengisand eða eitthvað slíkt, sko, en yfirleitt voru leiðirna þannig og það var náttúrulega svo þéttbýlt, það var bara búið allstaðar, sérstaklega á 19. öld. Það var bara búið svo víða að þú þurftir jafnvel ekki að vera með, fólk var ekki með nesti. Það bara fekk, þú veist, sýru eða fekk að drekka og svo, eða misu og svo bara eitthvað að borða og fekk að gista einhvers staðar og sjaldnast þurfti að borga nokkuð fyrir, sko. Og þá lenti sumi bæir sem voru við þessar fjölförnustu leiðir. Þeir lendi í það sem er kallað gestanauð. Já, þeir bara, og það voru dæmi að, þú veist, fólk var bara étið út af gaddinn. Þú veist, það bara hætti að búa á bænum og fór í vinnumennsku, annað, því að... Gæti ekki verið með matanda. Það var ákveðið stolt, þú gæst ekki verið að segja nei. Já, það var alveg þannig. Já, og það var skömm að því að vísa fólki frá, sérstaklega veður var ekki nógu gott. Það var bara ævanandi skömm. Og hérna talað það og þú veist, fólk var að gæta orðspori sínu. Já, þannig að það voru allir með opnar dyr fyrir gangandi gestum. Já, allir svona heiðvirðir og fóra. Heiðvirðir, já. Þá gætu þau fóru yfir bara á hausinn. Já, það voru mörg dæmi það. Já. Magna, hvað ertu að fara á sunnudaginn, segirðu? Endilangt Hafnarfjall, hérna rétt við Borgarnes. Og svo, beint norður á Strandir. Já, frábært. Og áttu þá einhverju uppáhaldsstaði á landinu eða að þið eru búin að fara svo margt? Nei, það er yfirleitt bara næsta leið sem ég er að fara. Þú veist, og þá er ég bara í bókstaflegum skilningi, sko, ef ég er á leiðinni göngutúr í Laugardalnum, sko, í Reykjavík, þá er það. Þú veist,
ég veit ekki, mér finnst það alltaf að vera eitthvað sem ég er að horfa. Ég er ekki með einn markmið. Að því við vorum að tala um markmið, þetta bara gerist og mér finnst, eins og ég var að tala um áðan að ég hef heyrst þetta að fólk segir, nei, ég er búin að gera þetta, búin að fara. En ég er búin að fara ótal mörgum sinnum á sömu staðina og sömu leiðirnar og ég sé alltaf eitthvað nýtt. Það er mismunandi birta, það er mismunandi árstíðir. Maður er alltaf að sjá eitthvað nýtt og þetta er alveg ótrúlegt og maður tekur eftir öðru og kannski þroskast maður og fer að taka eftir einhver öðru, þú veist, út frá því og mér finnst þetta alltaf bara jafn mikið ævintýri, líka í slagveðri, sko, eða í sól, það er bara, já, maður bara býr sig. Það hefur alltaf verið gaman, já, bara klæðis eftir veðri. Einmitt. Heyrðu, en þú, Stefán, hvað býður þín í sumar? Í sumar er ég nú bara að vinna og í haust ætlum við hófi mín til Kóreu og Japan. Vá. Það er svolítið ferðulega. Eru það fara í langa tíma eða? Svona mánuð. Fyrir undir lok október og komum undir lok nóvember aftur. Ég er eins og þú orðlega, ég vil ekki helst ekki fara neitt út yfir hásumarið á Íslandi þegar það er svona ágætt að vera hérna. Já. Já, þið farist líka í sveitina fyrir vestan eða hvernig er það? Eru þið ekki með? Já, hófi á tengdapabbi heitinn og bróður hans voru með bú í Súgandafirði og nú er bróður hans með búið. Þannig að þau sitja, frændi hófjar situr upp með okkur í gestanauð og eigum eitthvað erindum. Gott orð. Eigum eitthvað erindangað í sumar en það er minna fyrir meira bara á Ísafjörð. Má ég spyrja, hefurðu tekið þátt í einleikshátíðinni þarna í Suðureyri? Já, ég hef tvisvar verið með uppistand þar, 2 ár í röð og í fyrra skiptið gekk það stórkostlega og það hrúðust á mig bókanir annað fyrir vestan eftir það. Síðan í seinna skiptið þá afboðaði Jón Gnarr sig á síðustu stundu, ég veit ekki hvað kom upp á og ég fór aftur og það var ferlegt. Bara mín versta frammistaða og fólk gekk út í miðju sjói og... Hvað ertu að segja? Veistu af hverju? Ég var bara lélegur. Varstu bara ekki í formi eða hvernig er það? Ég var með eitthvað nýtt efni sem var ekki að virka og... Gerist það á bara fyrstu mínútunum? Það er svona ákvarðast hvort að þetta er að virka eða ekki virka? Ef að maður missir salinn þá er þrekvirki að ná honum aftur. Þú ert ekki með svona tromp, einhver svona leynitromp alltaf? Jú, ég er með einhver sko, en þú veist, þarna alveg bara svona properly misti ég salinn frekar snemma og þá, þú veist, fólk ákveður frekar snemma hvort að það, þú veist, fílir mann eða ekki. Þú veist, á sviðin altså. Já, verður bara til það tala allir uppistandar þetta er bara frábær reynsla þegar ég misti salinn. Það er allir með eitthvað svona sögur sko. Já, einmitt og þú veist, núna er ég búin að vera að starfa við þetta í einhverju leyti í að verða áratug og er þá komin með alveg, þú veist, einhverja reynslu og þú veist, maður lærir mjög mikið að missa salinn, bara geðveikt mikið og síðan þú veist, er maður farin að gera þetta greint á eitthvað, ég var góður en salurinn var ekki að fíla mig eða ég var góður eða ég kom of seint í dagskrán en ég kom of seint í þú veist, hvenær það er eitthvað sem ég þarf að laga og hvenær það er bara fyrir nokkrum árum það voru óslega mikil uppistands, það var mjög mikil stemming fyrir uppistandi bara fyrir 2 eða 3 árum það var bara það var ekki haldið, það var ekki kaffihlý á vinnustöðum annars það var fenginn uppistandari og það var stundum sem ég kom inn í eitthvað fyrirtæki og það var eitthvað, já þið hefði bara átt að kaupa meiri bjór það er enginn að bíða eftir því að ég kom hingað og segi brandara núna sko. Já, finnst þér þá eins og það séu svona einhver látið eða núna á athyglan sé annars staðar? Já, mér finnst það aðeins minni stemming fyrir uppistandi, ekkert eitthvað ferlega en það var, þú veist, bara svona upp úr COVID þá fannst mér vera einhver svona sprenging. Svo mikið þörf, uppsöfnuð þörf. Já, og náttúrulega öll starfsmannafélög múruð eftir 2 ára sem ekkert var að gerast.
Já, erum við búin með dagskrána? Erum við svona sátt við þessa yfirferð okkar? Hvernig líður ykkur með þetta? Ég er alveg búin að fá útrás, sko. Já. Ég er alveg búin að fá útrás fyrir bara föstudagskvöldið, sko. Já, Þannig að þetta er bara, held ég, orðið mjög gott, mjög skemmtilegt. Já. Friðsælt heima. Hófið þarf ekki að hlusta á mig töða. Já, þú sleppur í kvöld. Ekkert búin að tala Trump eða neinn stríð eða... Akkurat. eitthvað svoleiðis í gangi? Við skulum ekki fara Ekkert búin að tala HM í fótbolta. Já. Nei. Brennir fyrir því? Nei, ég er ekki búin að horfa mikið, sko, en ég er búin að horfa smá. Já. En ég fann það leiði ég byrjaði að horfa. Ég er búin að hafa mikið fyrirvara á öllu saman. Alveg, þú veist, Trump fekk friðarverðlaun FIFA og þetta er búið að vera mikill sirkus svona fyrir. En þessu skrítið, svo kemur maður inn í fótboltan þegar maður hefur áhuga og leið og ég fór að horfa einhverja snilld, glemti öllu. Öllu þessu rugli og þessu vesinni. Sama gerðist í Katar fyrir 4 árum. Það voru allir svo, þetta vera ómöguleg keppni bara í eyðimörkinni með einhverjir. Fyrstar sem tók ekki hendina á einhverjum konum og eitthvað. Svo byrja fótboltinn, bara... Þá gleymist pólitíkin. Þá er þetta bara íþrótt. Kannski að falla við þetta. Já. Það er þetta bara svona 90 mínútna drami. Eitthvað byrjar og eitthvað endar og eitthvað fyrir að gráta. Sameiningatákn, þetta er bara, þú veist, já. Tiltölulega svona einfalt í sjálfu sér. Svona, já, það sé ástæðan fyrir að íþróttir eru vinsælar. Já, á mörgum allavega í dag. Skilst það sé vinsællegin nokkur sinni. Það er þessi þörf fyrir raunveruleika. Það sé eitthvað að við getum bara hort á eitthvað. Það er ekki handrit. Já. Og svo bara, tekur þetta ekkert alltaf langan tíma. Og það er eitthvað mannlegt í gangi og mikil hæfni og sá sem getur verið heppin og unnið, ekki heppin. Já, spenna og allt þetta líka, sko. Já, það eru mörg element þarna. Ég held að þessi heimsmeistarakeppni grípur alltaf marga þannig, sko. Þetta byrjar. Já, skrítið. Stort, ekki alla, sko. Nei. Ekki ykkur tvö eða hvað. Nei, sko bara alls ekki. Það tekur ekki langan tíma, þá ég get ekki ímyndað með lengri tíma en einhverjum fótboltaleik. Þetta er ekki allar að kveikja á þessu. Nei, sko. Það er helmingur sem kveikjar á þessu og hinn ekki, sko. Já, einmitt. Ég á son sem að, þú veist, er í fótbolta og hann var bara svona, hvaðan kom hann, skilur þú veist, og þú veist, þetta er einhver skekkja í fjölskyldumyndinni, en ég er búin að læra. Ég fór sérst á, að liðið hans er Manchester United og ég fór með honum núna í haust á leik og þá fann ég þetta bara, þetta var geðveikt miðað við það, sko, af því að ég var komin á leikinn, þá var ég bara fyrst að syngja hérna með öllum sem rísa, þú veist, ég veit ekki hvað er margar, bara, þú veist, þúsundir manns sem að koma á leikvanginn og svo sungi eitthvað svona lag í upphafi, eitthvað svona alls konar lög. Og ég var bara orðin alveg bara æst og bara, ég fann bara hvernig ég bara andinn eldist og þetta var mjög skemmtilegt. Það hlýtur að vera líka orkan sem myndast. Rosalega orka, þú veist, þetta er bara svona eins og ég veit ekki við hvað, já líka, þannig að þú veist, ég get alveg dottið inn í þetta og ég átti sérst ömmu sem að ég elskaði mjög heitt og hún var þannig gerð að hún hafði engan áhuga í íþróttum, en þegar hún horfði á það var hún brjáluð. Sérstaklega Íslandar að keppa og ég svolítið þar. Ég hrifst með þegar fyrir 10 árum eða eitthvað þegar Íslandi gekk svona vel á annarkvort, var það EM? Þá fór ég á Arnarhól þegar við unnum Englendinga, unnum við það ekki? Við unnum? 2-1. Og það var einhver mesta stemming sem ég hef lifað, sko. Þetta er svona... Síðan reyndi ég einhvern leik eftir að með unnum sem hafa áhuga á fótbolta og ég fjekk mig ekki til það, sko. En svo eru svona hlíðarsögur eins og norðmennir eru að róa, hafið séð það? Já. Það er eins og sem að Íslendingar stálu af skotum og nú er einhver umræða það að norðmenn sé að stela þessu af Íslendingum. En finnst þér ekki merkilegt að þessi mynd er að það sem að er búið að skapa eitthvað svona, þeir eru sko komið fram sem víkingar, var eitthvað svona mynd það sem að þeir klæddu sig í víkingaherklæði og svo kom bara eitthvað umræðið það, víkingar voru alls ekki svona klæddir og eitthvað alls konar, þjóðfræði á bakvið það er mjög aðstæðsvægt. Mér finnst þetta bara, ég held að þetta sé það sem við þurfum, bara við sameinumst yfir því að vera, þú veist, annarkvort með einhver landi og móti einhver landi og bara eigum saman 2 tíma, þetta er bara geðveikt og ég elska alla sem horfa á fótbolta. Þá kannski eitt að lokum Evrópusambandi, erum við til að segja já eða nei núna? Ekki fara í borgarstjórn frekar, nei. Mér finnst það svo gott núna svona síðustu vikur, sko,
þá að koma svona meira og meira af fólki, svo þakklátur fyrir þetta fólk, sem að koma með gögn. Já, sem að vitni í eitthvað og vitni í eitthvað gögn og ekki með þessar upprópanir. Að bakkað upp með einhverju og bara, mér þykir alveg ótrúlega vænt það. Og mér finnst það svo mikilvægt, þú veist, það eru svo leiðir á þessum innihaldslausu upprópunum og það sem verið að stýrast bara tilfinningum eða anduða einhverju eða eitthvað slíkur. Vinur minn sem ég tölur að mæta á sagði að það ætti að banna 20% stjórnum að taka þátt í þessu, það þau 10% segja að Evrópusambandið sé bara fasískt hnignunarbandalag og hinn 10% sem segja þú veist að ef leið við göngum inn þá leggjast bara 5 milljónir inn á hvern bankareikning og húsnokkur verða ókeypis en sko ég ætla að vera með smá upprópun hins vegar að ég hef áhyggjur af því að ég held að ég segi já í þessari kosningu þarna 29. ágúst en ég hef áhyggjur af því að þetta verði smá svona Brexit moment fyrir Ísland þar sem að ákveðin flokkur sem að er að mínum að þetta mjög öfgafullur er á uppleið og að þetta gerist eins og þegar David Cameron listi því yfir að boðaði atkvæðagreiðslu útgöngu á Evrópusambandinu og lagði allt undir þar að Þorgerður Katrín og þessi ríkisstjórn muni missa mjög mikinn trúverðuleika ef það kemur nei upp úr kassanum 29. ágúst og að það verði erfitt að halda ríkisstjórninni saman og það muni vel vera blásið til þingkosninga sem að verði neikvæð fyrir okkur. Þetta er svona spádómur. Já, en ég ætla að segja líka, ég hef aldrei spáð rétt, neinu rétt að kemur á pólitík. Ég er alltaf með rosalegar spár eða aðdraganda allra pólitískra viðbröð og þær eru alltaf ráðsett. Ég tengi. Ég er þannig að ég segi við vinnu mína, já, ég held að þetta gerist, þannig að við vitum eiginlega. Já, ég veit það á mig. Þannig að ég spáði aldrei rétt um börnum mín hvaða kyn það veri. Ef ég sagði eitt og það kom það hér. Ég held að við þurfum bara að segja þarna, þurfum bara aðeins að skerpa á því í lýðræðinu. Stundum taparu kosningum eða einhverju. Stundum einhver annan með aðra skoðun. Það allt í lagi. Við höldum bara áfram að það ekki að ég sé ekki þessi ríkisstjórn þurfi neitt að leggja allt undir þetta sko. Snýst margt fleira. Og en ég er bara svona í heildina kannski ekkert svo mikið að hugsa fjárhagslegu hlið, græðu eða töpum. Skiptir ekki svo miklu máli, ég held að þetta sé svona cirka 50-50 þannig með það sem ég hef heyrt. En allavega fyrir mér er bara svolítið hvert förum við, hvaða menningu viljum við tengjast. Mér finnst alveg að ættum að íhuga það, bara ganga alla leið og vera bara með svona samstíga Evrópuþjóðum. Svona mín svona tilfinning af hvert þessu. En það verður ekki træðilegt ef við förum ekki þannig inn. Þá erum við samt í EES, við erum ennþá á sameiginlegum vinnumarkaði og við getum ferðast og svo framvegis erum við bestu mólana í rauninni þannig frá. Og ég held að við ætlum aðeins að slaka á þessu bara. Sjá hvað kemur upp út úr þessum samningum, þeir verða þá. Það snýst mestu litið sjávarútveg. Og ekki bara sjá til hvernig það fer. Eða ef við náum ekki frábæri samningu þar mun fólk alveg örugglega að segja nei ef það kemur sko. Þannig að bara áfram veginn með þetta og ekki vera ómiklar áhyggjur af því hvernig þessar kosningar fara. Já, ég sammála því að það er fáránlegt að vera með sko einfaldanir. Það hafa verið miklar einfaldanir og fyrir mér er þetta svona næstu því eins og köld. Það er köldið sem er einhvern veginn á móti og köldið sem er með, og við erum ekki eins og komið þangað. Við þurfum bara aðeins að slaka á og kynna okkur gögn og fara vel yfir þetta og læra bara, umræðu hefðir og bera virðingu fyrir skoðun hvers annars og svo tökum við bara upplýsta ákvörðun vonandi 29. og ég segi við erum ekki að taka ákvörðun það gangi í Evrópusambandi. Það er alveg rosalega mikilvægt í mínum huga að fólk gerir sig grein fyrir því. Við erum ekki að taka ákvörðun það, við erum að taka ákvörðun að stíga skref inn í þá umræðu sem er eitthvað allt annað og þá bara þurfum við að vera opin fyrir því í staðinn fyrir að fólk er svona svolítið að móta sér ykkur skoðum með á móti þegar við vitum ekki neitt út á hvað hlutinir í ganga sko. Þannig að ég bara styð uppbyggilega umræðu þetta og er sjálf þeim megin að finnast rétt að athuga hvað liggur á bakvið, hvert við getum komist. Þannig að ég sé ekki því á móti en
En ég veit að það margir sem ósammála mér, en það líka bara þannig. Í lífinu erum við ekki öll sammála og það bara allt í lagi. Það bara allt í lagi, já. Þannig það næstu allir hérna já, eða ekki? Jú, ég gerir ráð fyrir. Ég já allavega fyrri. Mér finnst líka á meðan það svona mikið óöryggi í heiminum, Bandaríkjamenn að draga sér tilbaka í sambandi við öryggis- og varnarmál og menningarlega líka. Eigum við samleið með Evrópu og efnahagslega mesta utanríkisviðskiptum eru við Evrópusambandið. Þannig að mér finnst engin spurning að skoða þetta. Svo þurfum við líka svolítið bara að horfa til Noregs og segja bara, því við erum svolítið í EES í skjóli Noregs, ef að þeir fara að breyta einhverju afstöðu sinni þá breytir það okkar. Þannig að þú veist, lífið er alltaf að breytast og við erum alltaf að breytast og það er ekkert sem eins og þjóðleiðir sem eru sem sagt notaðar í aldanna rásir breytast. Og þess vegna það bara þannig að maður verður að vera tilbúin til þess að breytast með alveg sama hvað. En mér finnst þetta ekki vera spurningum. Þú veist, það veit ekki, þú myndir ekki kaupa hús nema að hafa samningi fyrir fram að því. Þannig að þetta bara þannig. Við erum bara forvitin og opin. Ég held að við höfum nú bara nánast í utanum allt sem skiptir máli hérna. Er það ekki? Ég verður bara að leysa öll. Og ég meina ef við fengjum bara að leysa það sem kom hérna upp með okkar aðferðin þá verður nú heimurinn betri, sko. Það er nú alltaf gott að trúa því að það séu til góða lausnir og ég ætlum bara að þakka ykkur kærlega fyrir. Ótrúlega gaman og gott fyrir mig að vera með ykkur hérna í þessari frumraun minni. Ég ætla að þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur og bara njótið helgarinnar.